Þorsteinn Friðriksson, vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Ég ekki líkur, hann ekki komin í þáttinn. Ég situr neinn og með Volkswagen Rúbrauðs kaffibolla minn. Þið sem eru að horfa á þetta á YouTube, þið sáu strax í gegnum þetta. Þið hinn sem eru að hlusta í podcast-appinu eða Spotify eða hvar sem þið yfkið ykkar hlustun, þið fjallu öll fyrir þessu. En hann kemur eftir, engar áhyggjur. Mér langaði bara að hafa stuttan inngang, segja ykkur frá hinu og þessu. Klukkan 6 kvöld, 1. september. Þátturinn komin úr sumarfrí og það gleður mig. Vonandi gleður ykkur líka. Og já, svo ég gleymi því ekki. Sérstakt shoutout eða eins konar heiðurskall á lagarstarfsmann Sérefnis í Kópavoginum. Ég var í erindagjörðum þar inn á lagar hjá þeim og það bara, það fást enga meira upplýsingar þær erindagjörður og hann spurði mig hvort það væri langt í næsta þátt, bara einhver starfsmaður sem ég þekki og ég spurði hann hvort að lagarstörin væri ekki skemmtilegri eða betri með podcast í eyrunum og hann sagði, ég meina það, hann sagði jú, og lífið bara almennt og vitið það, ég fór rakleiðis eftir erindagerðir mínar og bókaði næstu gesti í podcasti. Ég veit ekkert hvort hann hafi verið að tala að lífið væri betra með þennan þátt í eyrunum en allavega þá finnst honum lífið betra með hlaðvarp í eyrunum og þessi þáttur tilengaður þeim meistara ef hann að hlusta. Mikið opbáslega eru líka góðu þættir framöndan. Sjaldan hefur verið gaman að koma á sumarfrí. Ég reyndar ekki að klára sumarfríið mitt í byrjun september. Ég búinn að stóðast í hinu þessu og erindagjörðum eins og ég átekið fram. Og í rauninni bara öllu öðru en podcastinu. En sumarfríi þáttarins lokið. Þátturinn kemur reglulega út næstu vikurnar og ef það eitthvað sem þér hugnast, ef þú ert mögulega einn af þeim hlustundum sem hafa verið frá byrjun, einn af þeim sem vita af hverju Björgvin stoppar aldrei eða einn af þeim sem ert inn á lagur núna að hlusta á podcast, þá getur þú stutt þá hugmynd reglulega útgáfu þáttarins með því að fara inn á snorribjorns.is og styrkja þáttinn nokkrar krónur. Þú getur valið á milli 2 áskriftarleiða, Björnsson eða Sturluson og vitið það, þið þurfum ekki einu svona að nefna það við mig að fyrst ég fór út í það að nefna áskriftarleiðarnar eftir Snorrum þarna úti, af hverju ég sé þá ekki að heiðra minningu Selsins Snorra. Auðvitað datt mér fyrst í hug að áskriftarleiðin myndi heita Selurinn Snorri frekar en Sturluson eða Björnsson en þetta rennur bara betur. Björnsson, Sturluson, hvíl í friði Selurinn Snorri og allt einhelti sem ég var fyrir út af þessu sameiginlega nafni okkar í æsku en áskriftarleiðin Selurinn Snorri bara passaði ekki. Hvar var ég? Já, þetta ágætlega stórt skref fyrir þáttinn og fyrir ykkur. Nei, það tvennt sem ég langar að ná fram með þessu. Númer 1 að halda þættinum ókeypis. Öll viðtölin verða áfram ókeypis og engin breyting verður þar á. Í öðru lagi þá langar mig, eins og ég segi, að halda áfram að gefa þáttin út með reglulegu millibili og einhvers konar áskriftarleið hlustenda gæti mögulega gert mér það kleift. Ef þið kunnið að meta útgáfu þessara 63 þátta síðustu 2 árin og viljið leggja þættinum lið þá getið þið gert það inn á snorribjörns.is eða patreon.com/snorribjorns. Sæði svolítið hratt fyrir þá sem vita ekki hvað Patreon þá ekki séns að þessu. Þetta patreon.com/snorribjörns eða bara snorribjörns.is. Ja, það stutt. Þetta líklegast einfaldasti greiðslumáti sem ég séð á ævinni. Getur verið að borga með Apple Pay, hvort sem úrt í tölvunni eða símanum og auðvitað fylgja þessum áskriftarleiðum meiri fríðindi. Áskrifendur fá þættina á undan óbreyttum borgurum, aukaefni og aðra velvildir þegar framliða stundir. Að þættinum loksins og viðmælanda þáttarins Þorsteinn Friðriksson, þvílík vegferð. 17. júní síðastliðinn kemur Facebook status frá honum sem segir ég kynni til leiks Trivia Royale og markar það upphaf og útgáfu leiksins Trivia Royale frá Tea Time Games, fyrirtækinu sem að Þorsteinn stofnaði. 28. júní, 11 dögum síðar, kemur svo annar status frá Þorsteini þar sem hann tilkynnir fylgjendur sínum að Trivia Royale sé vinsælasta app í heimi. Það magnaði við þetta allt saman að þetta ekki fyrsta skipti sem hann næri þessum árangri en landsmenn þekkja öllu betur Plain Vanilla, fyrirtæki sem Þorsteinn stofnaði og gaf út spurningaleikin QuizUp. Flesti vita hvernig fór fyrir QuizUp eftir að Plain Vanilla hafnaði 12 milljarða kauptilboði á leiknum en þessi vonbrigði voru ekki þau fyrstu á ferli Þorsteins. Hann fyrir með okkur í gegnum sína sögu og þið sjáum fljótlega að eitthvað sem við áhorfendur metum sem misheppnað, mistök eða failure einfaldlega órjúfanlegur hluti af ferðalaginu í átt að árangri eins og Þorsteinn lýsir þessu. Þessi saga einkennist af miklu mótlæti, ofurbjartsýni og sjálfstrausti, söluræðum sem tryggja fyrirtækjum Þorsteins milljarða og að sjálfsögðu BT-músinni.
Fyrst erum að tala fyrirtæki, það var verðt að nefna að upplýsingafyrirtækið eða öllu heldur IT-risin Origo er styrktaraðili þáttarins og sömuleiðis hamborgarabúla Tómasar. Maður hálf saknaði þess að fara á búluna í hádeginu og lykt eins og hamborgarabúla Tómasar restina af deginum. Þú líður ekki neinum að þú hafir ekki verið á búlunni í hádeginu nema þú farir í sund eftir hádegismatinn. Reyndar engin ástæða til að ljúga þessu, það er mikil dyggð yfir því að lykta eins og hamborgarabúlan. Getur enda komist hjá því með því að fara í búlubílinn á bílastæðinu í Skefinu. En búlan og kjötið þeirra, þú finnur ekkert hakkaefni í hamborgarunum á búlunni. Bara gæði og góðan mat. Þetta vita þeir sem hafa prófað. Það er ástæða fyrir að maður fyrir aftur og aftur. Það er ástæða fyrir að ég er með vatn í munninum akkurat núna. Ég reyndar ekki að hugsa hamborgaran, mér langar bara svo ótrúlega mikið í búlu franskar og bernesósu. Myndir reyndar að fá mér hamborgara til hliðar, ég veit ekki það, en ég minn ykkur á þriðjudags tilboð búlunar. Búluborgari franskar og gós á 1.390 krónur. Hamborgarabúla Tómasar og Origo leið ykkur í gegnum þennan þátt. Kíktu svo á snorribjorns.is ef þú vilt leggja þættinum lið, en fáum núna Þorsteinn Friðriksson, fyrrverandi BT-mús, stofnanda Plain Vanilla og nú síðast Tea Time Games, til þess að taka við af þessari 10 mínútna innræðu hjá mér. Snorri Björnsson heiti ég kann að meta hlustununa, gjörðu svo vel. Þorsteinn Friðriksson, ertu hjertanlega velkomin. Takk. Hvernig hefur það þessa dagana? Það er alveg ótrúlega mikið að gera þessa dagana. Já. Við vorum sem sagt hérna í fyrirtækinu Tea Time að gefa út leik fyrir hvað mánuði síðan sem hérna heitir Trivia Royale og er spurningaleikur sem náðu þeim áfanga að verða mjög vinsæll út allan heim og alveg í Bandaríkjunum og hérna það er frábært, það er gaman að þegar vel gengur og þetta er svolítið sem maður er að gera þetta allt fyrir, það er þessi moment en þessu fylgir rosalega mikil vinna og þannig að það er mjög gott að koma hérna í smá tíma og aðeins að fá að hugsa eitthvað annað heldur en einhverjar tölur og einhverjar fundi. Nákvæmlega, fá aðeins að spjalla sjálfan sig og leta af sér. Má ég biðja að grípa mikrofónun aðeins nærðir hérna fyrir restina af spjallinu. Þú færir þetta bara til eins og þú vilt. Aðnærið. Þú segir 17. júní á Facebook hjá þér, var svolítið fyndið að sjá þetta. Hérna, þá ert að tilkynna bara, ég kynni til leiks Trivia Royale, hérna nýjasta afkvæmi Tea Time og síðan 28. júní þá kemur með stöðuppfærslu sem segir að Trivia Royale sé vinsalasta app í heiminum. Já. Þetta gerist á 11 dögum. Já. Hraðin í þessum bransa, hvað er alveg að frétta? Þetta gerist hratt og hérna ég veit það ekki þetta er reyndir ekki í fyrsta skipti sem ég hef hérna komið appi svona á toppin í Bandaríkjunum þannig að maður kannski er með smá reynslu sem maður nýtti til að gera þetta aftur en svona er það bara maður, ég held að við hefum búið til hansi skemmtilega vöru ég held að við hefum verið alveg pínu sniður í hvernig við markasettum þetta til þess að koma þessum snjóbolta af stað eins og við talaðum og þannig að það er bara varð allt brjálað og þegar að maður kemst svona á toppin í Bandaríkjunum að það einhvern veginn þá byrja allar línur að vera róðglóðandi frá öllum sem vilja selja mann eitthvað eða vinna eitthvað með manni og það er bara svona full time vinna að bara höndla það og taka fundi og þannig að það er nóg að gera. Gekja. Eins og þú komst að þinn og þá var þetta ekki fyrsta skipti sem að þú kemur að leikjabransanum og ekki heldur spurningaleikjabransanum og varst náttúrulega leiddir quiz-up æventýrið hérna á árum áður. Áður við þræðum alla þessa vegferð og förum aðeins yfir stöðuna. Hérna, byrjum bara svolítið á byrjunni. Hvaðan ertu? Já, ég er alveg frá byrjun. Já. Ég fæddist í Reykjavík árið 1979 sem þýðir að ég er komin yfir 41 sem var mjög erfitt. Já. Ekki þegar maður er búin að gera mikið Nei, ég veit að ég er bara svona ég er talsveit yngri í anda en hérna ég sem sagt bjó með mömmunni fyrstu árin, var engabarn og við vorum 2 saman fluttum út um all land fluttum á Vestfirði sem ég er reyndar ættaður frá Vestfirðum frá eyju þar sem heitir Vigur og hérna Býttu rétt fyrir utan Hnífsdal? Já, þetta er bara eyja á Ísafjarðardjúpi mjög falleg Er ekki pínulítil eða? Pínulítil,
held að sé minnsta byggða eyja á Íslandi ef ég fer ekki með rangt mál. Og íbúafjöldi var þú og mamma þinn bara? Nei, ég bjó ekki þar. Ætti mín þaðan og þar var bara búskapur og annað. En ég flutti á Ísafjörð tíma og svo lokum fluttum við í Vesturbæinn þegar ég var bara 6 ára gamall og ég held ég hafi farið hérna klassísku Vesturbæjarleið. Það var bara Melaskóli, Hagaskóli, MR og og það var bara æðislegt. Ég var svona 80s kid. Þú var svolítið að taka þátt í leiklistinni í MR, eða ekki? Jú, reyndar. Ég einhvern veginn, sko, þegar ég var krakki þá hafði ég náttúrulega rosa gaman af tölvuleikjum, byrjaði á því og bý kannski þá að því, en það var þegar sko Nintendo var að koma og fyrstu Super Mario, það var svona fyrsta kynslóðin af krökkum sem spiluðu tölvuleiki og svo fór ég því ég var í Hagaskóla í roleplay og var algjör nörd. Nú, þú fórst alveg þangað? Já, ég var svona eins og krakkarnir í Stranger Things. Ég er eins og ég tala um þættin áðan, sko, ég á allar svona þætti eftir, ég veit ekki hvað þú alveg rétt, já, ok, en það er mjög mikil nostalgía að horfa á það. En svo fór ég í MR og þá einhvern veginn eins og gerist oft á þessum árum að þá þurfti ég að vera meira töff. Þannig ég hætti bæði að spila tölvuleiki og spila roleplay og fór í leiklist sem ég hafði reyndar alltaf haft gaman af. Ég var alltaf með einhver skólaleikrit í Melaskóla og það einhvern veginn átti vel við mig. Og það var bara, ég ætlaði tíma að verða leikari, sko. Það var alveg, ég fann mig mjög vel í þessu og skoðaði ýmsa skóla og ætlaði að gera það en það var ekki úr því samt og ég held samt sko að eftir að hyggja oft þegar kemur maður að skoða hvað púslar saman manns persónuleika svona, þú veist, going forward og ég held að mín reynsla úr leiklistinni, bara Herranótt og öðrum svona leiklistaverkefnum sem ég var í hafi hjálpað mér alveg geðveikt mikið í því sem ég er að gera núna. Einmitt. Af því að ég vinn rosa mikið núna við það að, þú veist, ekki bara búið til tölvuleik heldur að ekki samskiptum, koma fram, tala fyrir framan hópa fólki og ég fer ennþá með sko gömlu svona öndunaræfingarnar sem Gunnar Eyjólfsson kendi mér því ég var í leiklist á sínum tíma fyrir þetta er svolítið eins og að fara á svið þannig að ég er mjög þakklátur fyrir þennan kafla í mínu lífi það sem ég ætlaði að vera leikari. Það var einhver sem kom með þann punkt sko segja bara að leiklist er einhvers konar nám sem allir bara ætti að fara í gegnum þó svo stemdi ekki á neina framabraut innan sviðsins sko. Sko alveg 100% og það er einhver sem og ekki bara leiklist, það er bara koma fram. Þú veist, ég held ég hafi farið í gegnum sko næstum allt mína menntun á þess að þurfa eitthvað verulega að standa fyrir framan allan og flytja málum mitt og þetta er eitthvað sem þú finnir svo oft í þeirri stöðu í saman hvaða vinnu þú ert í að þurfa að koma fram og fyrirlestur eða vera með kynningu eða eitthvað þannig og það er svo mikill munur á hvað fólk getur æft sig í að verða gott í einhverju svona þannig ég held og ég veit ekki, kannski er þetta orðið meira núna ég held að sé aðeins komið meira í námsefnið, ég hef verið að hjálpa með skoðst í dóttur minni og að búa til einhverja kynningar en já, ég held að leiklist og framkoma sé eitthvað sem ætti að vera stærri hluti af námskránni. Hver varstu svona komandi út menntaskóla? Varstu, þú veist, varst þessi frumkvöld sem að svona þú ert í dag og varst að sjá fyrir einhver startup stemmingu og eitthvað svona Silicon-dalinn? Nei, í raun og veru ekki. Í raun og veru þá var ég að verða leikari. Ég vissi ekkert hvað ég vildi gera. Ég, þú veist, prófaði ótrúlega mikið af mismunandi tegundum að vinnum þegar ég byrjaði alltaf. Ég vissi, ég tók mig frí eftir mennskóla og fórreindar eftir það og það var bara algjörlega random að ég sótti hjá BT sem er var gamla tölvuleikja, bara raftækjabúðin. Var ekki betri tölvur? Hét það uppalega held ég. Svo var það, hét bónustölvur. Bónustölvur. Það var gula músin. Já, nákvæmlega. Ert þú ekki ábyrgur fyrir henni? Jó, ég pantaði, jú. Þú greinilega unnið heimbúinn. Varst þú maðurinn í búningum? Ég var maðurinn í búningum. Alltaf fyrstu fréttamyndunar af mér voru ekki ég, það var bara gula músin. BT músin? Nei, ég byrjaði þar og byrjaði bara í afgreiðslu og svona frekar fljótt að þá sko fann ég að sko sölumennska átti ágætlega við mig
það er svona hálfgerð leiklist hérna út af fyrir sig og svo bara fékk ég svolítið mikinn áhuga á markaðsmálum. Þannig í rauninni fer ég inn á því ég sko á nokkur svona fasa í lífinu og eitt af því var að vera í markaðsmálum, að vera markaðsstjóri og verð fljótt sko markaðsstjóri BT og þá mjög ungur, ég var bara held ég 20. Nú, já, ok, og bara markaðsstjóri fyrirtækisins. Já, og hérna, ég veit ekki, ég bara var eitthvað frekur og þú veist, ágætur að koma mér á framfæri og hérna var með sterkar skoðanir á þessu og Vissir alveg hvað varst að tala um líka? Nei, ég raunum verið ekki sko. Það er svo, sko málið er á Íslandi, það er svo ótrúlega oft pælt í því sko, því að það ná einhverjum svona stöðum í íslensku fyrirtæki, þú veist, meðan við erlendis, þú veist, það er bara ef að stjórnendur fá trú á einhverjum ungum stráki sem þú veist, lætur til sín taka eða eitthvað, þá getur sko einhver svona titlar farið svo hratt upp með eitthvað sem myndi gerast í öðrum heimslutum, bara það því við erum svo lítil. Þannig að ég man að þegar ég var markaðsstjóri BT þá fannst mér eiginlega bara nú er ég búin að meika það sko. Nú er þetta eiginlega bara komið. Já, þetta tók ekki langa tíma. Nei, og það var ótrúlega gaman. Við vorum búið til BT bæklingin og við, hérna, ég hugsa jú og ég hafi alltaf haft alltaf mikinn áhuga á svona hvað væri nýjast og svona, á svona tækni og þessi nátti BT ágætlega við mig. Já. Því ég var alltaf svona haft gaman af nýjustu tækni og hérna vísindum og svona. Og ég man að ég settast að alls konar mjög svona frumkvöðlaleg verkefni í BT þóttur ég hafi ekki verið með það fyrirtæki sjálfur. Og meðal annars svo settum við að stað sko, það var alltaf borin út þessi BT bæklingur. Það var mjög heilug lesting hjá mörgum. Það var alltaf einu sinni í viku, þá komu nýjustu tilboðum frá BT. Ég veit ekki hvort þú munir eftir því. Jú. Og við settum að stað sko svona samkvæmt nýjustu vísindum í markaðsfræðum að þá sáum við það að það væri svo mikil sóun á pappír að vera að setja láta alla einstaklinga fá sama bæklingin óháð því, þú veist, hvað sú manneski hefði áhuga á. Nákvæmlega. Þannig að við byggum til einhvern klúbb í BT sem heit BT klúbburinn og alltaf þegar einhver keypti eitthvað var í BT klúbbnum að þá söfnuðum við saman sko upplýsingum kauphegðunas, fengum svo algoritma sem sýndi sko hver og einn einstaklingur væri líklegast til að kaupa næst. Þannig að segjum að þeir keyptir PlayStation 12 þá verður líklegar en ella að kaupa næst PlayStation leiki bara í svona stuttri mynd. Og svo fundum við upp á einhverju nýri prenttækni sem gat búið til, sko þetta hétt eitthvað variable printing, sem gat búið til spes BT bækling fyrir hverju eina mannesku eftir kauphefðum þeirra, svo var þetta sendt út til fólks í staðin fyrir venjulega BT bæklingin. Ok, þú varst komin á lyktina þarna með það sem er í gangi í auglýsinga heimum í dag. Já, kannski pínu sko, en þetta var ótrúlega metnaðarfullt verkefni, mér stókst fullkomlega því að það kom í ljós að þið voru búin að fá allar þessar græjur inn að það tók einhverja sko, þú veist, 20 mínútur að prenta eitt bækling fyrir hvern og einn, en þetta skalaðist ekki tilstaklega vel en það var mjög gaman að fá að upplifa þetta og við læriði mjög mikið af BT í svona markaðsmálum og öðru. En þú varst alveg til í að vinna greinilega þarna, þú varst ekki yfirneitt hafinn fyrir sem þú ert komin hérna í Músagallan. Nei, alls ekki, það var mikið og skemmtilegt verkefni að panta músina, við höfum sambandið svona fyrirtæki sem býr til sko, svona, þú veist, við vildum hafa þetta alvöru, ekki bara einhvern svona, þú veist, við höfum sambandið sko fyrirtæki sem gerir svona maskots eða svona lukkudýr fyrir bandarísku fótboltalegin. Já. Og þetta var rándýrt og ég mun aldrei gleyma það þegar við fengum kassan með BT músinni og ég gerði alls sko, við gerðum nokkru auglýsingar út í útlöndum sem BT músin. Já, sem BT músin fór til útlanda. Já, og eftirminnilegast þar, ég veit ekki, við erum algjörlega að tala um eitthvað allt annað en við ættum kannski að vera að tala um, en eftirminnilegast var þegar við vorum, þetta var 2004 þegar Ísland var að keppa í EM í handbolta í Svíþjóð og við það var gaman, allir alltaf gaman að horfa á Ísland keppa í handbolta og okkur gengur rosa vel og komist í undanúrslit og ég að horfa á þetta heima bara í stofu og verð rosa spenntur og þessar að segja, heyrðu, af hverju gerum við ekki auglýsingu þar sem að BT-músin fer út á leikin og að styðja íslensku strákan okkar. Og þetta var leikur á bara eftir 3 daga eða eitthvað, þannig að ég bara næ búningin, kaupið með það og fer út með þá var þetta kærustnum minni og vinnu mínum.
sem var myndatökumar og við förum og tökum alla ferðina upp sko á vídeo, komum svo til Stockholms og áttum ekkert miða á leikina en eitt þannig en náðum einhvern veginn að redda því og fáum á einhvern hátt sko sæti algjörlega við sko bara alveg við völlin fyrir miðju og það var bara einhver slembiluka nema hvað að ég sem sagt BT-músin gul og ég í bláum landsliðsbúning frá Íslandi setti sko BT-músin í landsliðsbúning þannig ég leit út nákvæmlega eins og sænst lukkudýr, gulur og blár og myndavélin var á þessari mús bara í hverju einasta skipti sem voru tekin leikli eða eitthvað, þá var músin hoppandi allt og þetta vakti talsveit mikla athygli finnast síðan að þegar við sem sagt erum á leiðinni heim og vorum búin að koma fullt af efni þá lendum við í sko sömu flugvél og íslenska handboltalandsliðið var í og þá þegar við komum ágað út í flugvélina þá kemur Einar Þorvarðarsson til mín sem var þá framkvæmdastjóri HSI og segir bara, heyrðu, fólk hefur tekið eftir þessari mús, hann vissi ekki að þetta var BT-músin, hann var bara, sem þú ert búin að vera og þetta eiginlega, við erum að pæli, væri þú til í að vera lukkudýr íslenska handboltalandsliðsins? BT-músin? Já, það vissi ekki að þetta væri BT-músin og ég bara, já að því að sko, þetta gekk rosa vel að það hjá þeim og það er svona móttöku nefnd þegar landsliðið kemur til Íslands sem verður í Smáralindinni og þar verða bara, 1000 manna og forseti Íslands að koma og taka á móti þeim og þetta verður svaka aðtöfn ef þú getur bara verið með okkur og verið bara, sko, lukkudýr íslenska handboltalandsliðsins og ég bara of course, ekki málið þannig að ég einhvern veginn sess með þeim og ég er alltaf í þessum fjandans búning sem geggjað heitur fer með landsliðinu í rútuna frá Keflavík og svo þeir eitthvað svona, heyrðu, hvernig ég má hafa þetta við komum þarna inn og það voru 1000 manna sem byðu þarna og forsetin þeir þarna og við spilum tónlist og heyrðu, getur músin þú leiðir hópinn inn og ég var bara aðeinslegt og svo ég held ennþá þetta sé eitthvað mesta guerrilla marketing sem hefur bara verið gert á Íslandi svo gerist það að við förum að inn og allt brjálað og allir landsliðsmennir standi í svona röð þar sem hver auðvitað átt að fá blómvönd og velum frá forsetanum og ég bara stend við hliðin á landsliðsmennunum og þetta er allt til á vídeo einhvers staðar og svo bara tekin sko það er svona einhver kynnir sem fyrir gegnum alla Ólafur, Stefánsson og hver og einn kynntur til leiks og svo einhvern veginn kemur myndavélina mér eða músinni og það er bara svona vallaþulurinn veit ekki alveg hvað hann á að segja og segir bara lukkudýr íslenska landsliðsins og ég teki höndin á Ólafur Ragnari og fæ blómvönd og ég heyrði í áhörðahópnum fyrir utan, það voru krakkar að hrópa BT-músin þetta er svo styrla skrítið Þetta myndi aldrei fljúa í dag Nei Chloe Kókó sko, þeir vissi ekkert að þetta væri BT-músin þeir bara held að þetta væri bara hún var bara gul, hún var ekkert mörgt BT Nei En heldur þetta náðarlega að tengjast Já, fólki sem þekkti fólk var bara svona, hörðu, þetta er BT-músin með þeim Já, örugglega, hjá einhverjum Þetta var mjög skemmtilegt Og þú náttúrulega alltaf maðurinn í músin Ég er maðurinn í músinni Gekkja Þetta einmitt, já, svona gorilla stönd sko. En hvað gerur eftir BT? Því starfi lauk, ger ég ráð fyrir það er út ekki ennþá markastjóri BT Nei, ég bara vildi alltaf fara í háskóla ég bara tók mig frí og það var nú alltaf markmiðið að læra eitthvað og ég fer í háskólinni í Reykjavík svo frekar nýlegur þá og fyrir viðskiptafræði og ég held ég hafi gert það bara því að ég var komið með áhuga á markaðsmálum og fannst það gaman og gekk vel og og bara er þar kynnist ég einmitt fjármálastjóra Tea Time og fjármálastjóra Play Vanilla, honum Ími vinni mínum við vorum saman þar í bekk í viðskiptafræðinni og það vil svo til að það er mjög fyndið að í HR þá sem sagt var svona nemendafélag eða svona student council bara eins og Röskva eða Vaka í HÍ og ég bauð mér fram sem forseta þar og var kosin það og í mér var sem sagt gjaldkeri þessa nemendafélags fjármálastjóri núna já, og við höfum núna, ég og í mér verið meira og minna saman í fyrirtæki og ég sem forstjóri og hann sem fjármálastjóri og við höfum bara haldið þessum hlutverkum mjög vel en það hefur alltaf gengið mjög vel hjá okkur saman það var mjög skemmtilegt sko.
og varstu þarna, þú ferði í þetta frambóð, varstu alveg þessi típa, þú varst alveg svona svolítið, fólk vissi hverju þú varst og þú varst svona, taka þátt í félagslífinu. Já, ég þú veist, er frekar extrovert myndi ég halda, sko, og já, ég held að, jú, þetta er örugglega spurning típu, en ég hef alltaf verið svona, ég veit ekki, einhvern veginn látið á mér bera af einhverjum ástæðum. Þú veist örugglega fyrsti svona LARP roleplaying gæði sem hefur kosið sem forseti nemendafélags. Ég var aldrei LARP neitt. Nú, Nei, ég var bara með teninga heim í stofu já, á sínum tíma. En kallar það roleplay? Það er roleplay. En mennur þetta live action roleplay? Já, ég fór ekki þangað, ég fór ekki búninga og svona. Ok, ég þarf þá að stróka út þá mynd úr hausnum á mér. Endilega, ég klæddi mig aldrei sem alva prinsessa næstar. En klæddur þau kannski eitthvað tímann sem mús? Gerði það, en já. Þú getur ekki sagst ekki vera larpari fyrst þú varst þarna Ég elska, það er gaman að fara í gerfi, sko. Ég hef alltaf haft gaman að því. Já, góð grímubúningapartí og svona. Já. Herðu, þannig að þú ert komin þarna í háskólan, búin að kynnast Ími. Já. Mér skilst rétt þá fer að starfa sem fréttamaður eftir það? Jú, ég reyndar ekki alveg strax. Ég vissi ekki hvað ég vildi verða. Nei. Mér fannst Bara ekki hugmynd? En já, nei, í raun og veru ekki. Þú varst búin að velgengni sem markastjóri? Ég veit það, og ég hafði hugsað mér að fara eitthvað í þá átt, þess vegna fór ég í viðskiptafræðin. Mér fannst samt eitthvað, ég var ekki alveg ánæður. Okay. Ég fann það alveg strax og það er þarna sem gerist margt þarna kynnist ég fyrirhundi konunum minni eða kæristinu minni og á lokaárunum minni í HR þá verður hún ólétt og eignast dóttur mína. Ég er frekar ungur, ég er bara 24 ára þannig að ég eignast mitt fyrsta barn og eftir það þá ræði ég mig til Vodafone í markaðsmál og þar blandaði saman þessi áhugamál mín sem voru markaðsmál og svo þessi tækni og þarna þessir GSM símar orðnir allsræðandi og það er alltaf mjög þetta er allt skref í einhverja átt, sko. Einmitt. Oft þannig, þetta púsla saman og maður ekki vita þarna hvað myndi verða og mér fannst ágætt í Vodafone, ég var í markaðsdeildinni þar en svo er haft samband við mig frá manni sem er að fara að stofna fyrirtæki og spyr mig hvort ég vilja vera með í því og það er fyrsta frumkvöla fyrirtæki sem ég kem að og það var sem sagt nýtt símafyrirtæki sem hét Hive. Já, ok. Því hvort þú munir eftir því? Nei, það er svona nafn einhvern veginn hljóma kunnulega. Það var mjög skemmtilegu tími. Þetta var sem sagt á þessum tíma þá var fólk með svona ADSL-tengingar, það var ekki komið ljósleiðar eða neitt þannig og þetta var frumkvöld sem heitir Arthur Halldórsson sem var með reynslu úr þessum fjarskiptabransa og vildi búa til nýtt svona netfyrirtæki á Íslandi sem myndi bjóða meiri hraða og meiri download til fólks á betra verði og fekk mig til að stýra sagt, branding og bara vera markastjóri þess fyrirtækis og ég sló til og úr vörðum 2 ár sem voru alveg ógeðslega skemmtileg ég fann þarna strax og þarna held ég hafi kviknað á því að mér langaði að vinna í litlu svona startup fyrirtæki. Já, var það svo stemming innan Hive? Já, algjörlega, sko. Og þú náttúrulega kemur úr Vodafone sem er svona smá risi á markanum? Já, en ég var bara í nokkra mánuði á Vodafone. Þetta var, þú veist, ég svo sem, en já. Þú finnur að þetta frekar vel við alveg 100%, sko. Já. Og og ég bara fann mig rosa vel í því starfi og við fengum, ég veist, það að vera í litlu fyrirtæki þá var svo mikið sko frjálsræði að gera sem hafa villiðilega og og það er greinilega, ég held að það er mjög vel við mig ég held ég pínu erfitt með að taka að þú veist, ég er stjórnsamur, alltaf það sé ekki orðið og og við gerðum alveg frábæra auglýsingaherferðir og það gekk fáránlega vel hjá Hive náði bara einhverju pínlítið fyrirtæki á móti Símanum og Vodafone, við náðum einhverju 25% af öllum nettekingum bara á Íslandi og vorum með mjög svona aggressívar markaðsherferðir og ég lærði rosalega mikið á þeim tíma síðan, þetta er svona 2 ár þá tekum við svona aftur tíma og fór ég að efast hvort þetta væri samt það sem ég vildi gera eins og alltaf, það er allir þannig, við mögum ekki gleyma því að sko þegar hort á feril hvers sem að það komið þessi tímabil á milli sem maður
pælir í hvað á ég að vera að gera, þú veist, er ég á réttri braut og maður fyrir svona naflaskoðun og þá fékk ég þá flug í hausinn að mér langaði, ég hefði áhuga á því að vera fréttamaður og tók hérna fréttamannaprófið í RÚV og var ráðinn sem fréttamaður hjá RÚV. Það var Elín Hirst sem réð mig á þeim tíma og ég tók nokkra vaktir þar og fann strax að þetta var ekki fyrir mig og hérna ekkert nema gott fréttamenn að segja. Þetta er ótrúlega erfið og stressandi vinna að vera fréttamaður sem svo sem allt í lagi en ég fékk svona smá svona uppljómun þegar ég var í því að ég var að gera einhverja fréttum þetta hann í kringum 2008 þegar þetta er rétt fyrir hrun ég að gera einhverja, hérna 2007 ég að gera einhverja fréttum Íslandsbanka eða Glitni eins og ég þetta og ég kom að það með RÚV hérna hálsmum mitt og ég fann það bara, ég var að taka einhver viðtöl við einhverja svona, þú veist, Bjarni Ármanns og einhverja, ég hugsaði bara ok, þú veist, mig langar miklu meira að vera maðurinn sem hefur verið að taka viðtalið við heldur maðurinn sem tek viðtalið og ég meina þetta, þú veist, með fullri virðingu fyrir fréttamennum að því að það er ótrúlega flott og gott starf og mikilvægt sem þeir gera en þetta var bara sat eitthvað í mér að mér langaði að gera eitthvað meira, eitthvað sem væri frétta efni frekar heldur en að gera frétt aðra. Og bara sama hvað það var? Nei, þú veist, ég fann ég vildi búa til eitthvað. Já. Nú, þá tekur við tími þar sem ég pæli frekar mikið í hvað ég vilja gera. Já, og það er þá sem að hérna, bara þegar ég er svona að pæli í hvað ég vilja gera næst, að þá fæ ég e-mail frá manni sem ég þekkti ekki þá en átti eftir að verða minn besti vinur og það var Guðjón í Ós. Já. Hann sendir á mig e-mail og var með fyrirtæki þá sem hét Industria og var að vinna í Englandi og bara sagðist hafa heyrt af mér að ég væri svona naskur í markaðsmálum og hvort ég vildi koma í svona startup gír með honum. Og ég spjallaði við hann og við náðum rosalega vel saman og ég slæði til og verð markaðsstjóri Industria sem var fyrirtæki sem var í svona ljósleðara pælingum einhverjum í Englandi. En til að gera langa sögu stutta, þetta tekur svo langa tíma að fara í gegnum allt þetta sem ég hefur verið að gera að ég ákvað að ég vildi fara í smá meira nám á þessum tímapunkti og sæki sem sagt svona MBA nám í Oxford háskóla í Bretlandi og langaði að prófa að búa eins úti og bara vildi breyta þess til og ég fæ inngöngu þar og 2000 og ég fæ held í inngöngu sko bara degi fyrir bankarhunnið. Ég er að flytja út bara í lok árs 2008 til Englands. Skrítin stemming. Já, mjög skrítin stemming. Það var mjög skrítið að vera í Oxford þessum tíma því að það var rosa mikið af fólki sem einhvern veginn gerði mig persónulega ábyrgan fyrir því að einhverju voru að tapa einhverju á iSafe. Þannig ég þurfti að svara svolítið mikið svona fyrir það í einhverjum mjög fyndið að vera í hagfræðitíma í Oxford að tala efnahagshrunið á Íslandi og vera í tímanum einhvern veginn. En þar urðu ákveðin straumhverfi í mínu lífi í Oxford. Það var rosa flott nám og mikið af flottu fólki og ég mæli svo mikið með því að fólk fari og reyna að komast eitthvað í nám erlendis. Þótt að sé ekki, þú veist, það er örugglega nokkurn veginn sama námskrá í flestum af þessum MBA námum, þú veist, hvort sem það er í HÍ eða hvar sem er í heiminum. En að skipta umhverfi og kynnast svona einhverju ákveðinni pedigree af fólki, að það sko hjálpa mann að hugsa stærra. Ég hugsaði sko að Oxford hafi orðið ákveðin straumhverfi í mínu lífi að ég hugsaði sko, mér langar að stofna eitthvað og mér langar að gera eitthvað sem er ekki bara stórt á Íslandi. Þú veist, mér langar ekki að vera með netfyrirtæki á Íslandi, mér langar að gera eitthvað sem snertir fólk út allan heim. Og ég held að svona vendipunkturinn hjá mér hafi mitt verið í Oxford þegar þeir voru með svona viku í Oxford, svona event sem hét Silicon Valley Comes to Oxford. Og þá fengu þeir fullt af svona frumkvöðlum úr Silikontal í Bandaríkjunum í heimsókn í eina viku þar sem þeir voru að vinna með nemyndunum og þetta kom upp að þá var verið að óska eftir svona sjálfboðaliðum til þess að vera svona með frumkvöðlunum og ég bauði mig strax fram að því ég hafði gaman að tækni og fannst þetta spennandi og gerði það og
og sko kanónurnar sem komu, það bara eftir að veikja, það var Elon Musk, það var Reid Hoffman, stofnandi LinkedIn, það var Biz Stone sem var stofnandi Twitter, þetta var bara svona, þú veist, ég þekkti ekki neitt af þessum mönnum þarna, en Elon Musk var bara að byrja með Tesla á þessu tímabóti og ég var bara alla daga, í 7 daga var ég með þessu fólki, bara borðaði með þeim, var í alls konar brainstormi og þetta voru algjör ströngur í mínu lífi, bara að fá innsýn inn í hennan heim sem þessi tækni, frumkvöla, Silicon Valley, allt þetta. Eftir hverju tókstu hjá þessu fólki? Hvað var svona í þeirra fari sem þau gerðu eða? Þú veist, það var bara svo gaman, þú veist, það var svo mikið hugmyndir, það var svona svo díalógur sem gekk út á hugmyndir. Þú veist, ég voru að tala Ísland og þeir voru að spyrja Ísland og ég var að segja frá því að já, ég meina við búum til rosa mikið orku í Íslandi, við veitum ekki alveg hvernig við eigum að kominni út, þú veist, við erum bara með álver núna, það eiginlega eina leiðin fyrir okkur til að, þú veist, vera með útflutning á orku og þú veist, ég ekki að segja þetta séu góðar hugmyndir, en alls konar, bara hvað með bara að búa til svona risa batteri sem líka sko loftbelgur og eitthvað svona, þetta var hræðilegt dæmi, en en bara, það var einhver orka. Já, og líka bara svona ákveðið bara svona sjálfströst í því bara, herðu, við ætlum bara Já, við erum að breyta heiminn, þú veist, ég stofnaði þú veist, Twitter, eða ég stofnaði, þú veist, þetta er svona risa, bara menn sem voru búin að taka þátt í að breyta heiminum. Mér fannst það geggjað. Ég ekki núna að bera mig neitt hátt saman við þá, en þeir höfðu áhrif á mig, þannig að mig langaði að hugsa eitthvað stærra. Og það var frábært. En myndir þú að segja kannski að það var meira bara svona stemmingin í Oxford og einhver svona viðburðir og atburðir sem að þú tekur út úr þessu námi frekar heldur en það sem þú last í bókunum? Já, 100%. Ég meina, þú veist, í raun og veru MBA-nám bara út að læra það saman í viðskiptafræði. Þú veist, þetta þú ert bara með eins og í Oxford hærra kaliber á kennurum og samnemyndum, sko. Þú veist, þannig að það sem þú færður því að fara í svona fitness skóla eru samböndin og það er bara svona hugsanagangurinn, myndi ég segja. Og þannig þú þá að útskrifast með MBA-gráður Oxford. Já. Þú ert tækni áhuga maður og það náttúrulega þriði hluturinn sem að gerast þarna að það verið að kynna til leiks iPhone. Já, það reyndar gerðist þarna árið á undan, gerðist 2007. Já. Ég var einmitt fyrsti sem sagt var þarna með iPhone, fyrstu útgáfu í Oxford. Jailbreakaða. Já, heldur betur. Og sem gerist líka að í Oxford og þá eignast ég mitt annað barn, Gunnar, sonur minn. Og það gerist meðan ég var út í Oxford og hann fættist í Oxford. Þannig að það var nóg að gera. Já. Og ég var hann ennþá ekki orðin 30 með að koma með 2 börn og í fullu námi þarna. Og nýjan iPhone. Og nýjan iPhone, hann tók mestan tíman. Og svo ég að klára Oxford. Það var mjög skemmtilegt líka. Ég hlutaði að vera í svona námi úti að lokaverkefni mitt. Ég þurfti ekki að skila einhverju ritgerð, heldur Oxford var með þannig að þeir í staðin fyrir að gera einhverja loka ritgerð að þá búið til að hópa úr nemendunum og senda út allan heim til að hjálpa alls konar ríkjum sem eru í vanda eða þú veist með einhver svona vandamál. Og ég var sem sagt sendur til Tansaníu í 3,5 mánuð með hóp af nemendum sem við vorum að ferðast um landið og reyna að gera að hjálpa í raun og veru ríkisstjórninni þar að búið til meiri frumkvöla stemningu í Tansaníu sem var geggja verkefni. Er ekki Tansaníu að geggja landið? Jú, það er geggjað. Það verður því hvernig þú skilgreinir orðið geggjað. Ég meina, svakalega örbyrð þarna og rosalega frumstætt. Já. En ég veit að það sé mjög svona fallegt og fólk talar góða stemmingu þarna. 100% sko. Fórstu yfir til Zanzibar? Nei, ég fór yfir til Kenya en jú, ég meina Tansaníu, þetta er svona þegar þú ímyndaðir, þú veist, Afríku úr Lion King, þá er það Tansaníu. Þeir eru með þessa þjóðgarða þarna, Serengeti og allt þetta. Þarna eru öll ljónin og þetta er Kilimanjaro og það er Tansaníu. Þannig að þetta var svona þetta var svaka innsýn inn í Afríku eins og við ímyndum okkur. Já, þetta er kannski meira svona upplifunin frekar heldur en geggjað á einhvern svona luxusskala sem vestrænn heimur er á. Alls ekki geggjað á luxusskala. Nei. Þvert á móti. En það var frábærlega skemmtilegt. Svo kem ég heim og ég byrja á því að
prófa að vinna í einhverjum svona frumkvöla fyrirtækjum, bara svona því meðan ég að fóta mig, það var náttúrulega ekki, það var eftir hrun ennþá, Ísland var ennþá að jafna sig eftir hrunið, og svo bara ákvað ég að stofna fyrirtæki sem var Plain Vanilla. Þetta ger ég vorið 2010. Já, og þar byrjar sákapli í mínu lífi. Ég var einmitt 30, já, það er fyrir, já, sléttum 10 árum síðan. Og þarna þú bara hugsunarmaðurinn, eða ekki? Þú veist, þú ert ekki að fara að forrita neitt, Sko, þú ert ekki að fara að búa til eiginlega vöru, en þú ert með hugmyndina einhverju þarna. Ég var ekki með hugmyndina nein. Nei, ok. Þú varst með hugmyndina nafni á fyrirtækinu. Það fór alveg mestu tíminn í að finna það. Þetta líka gott nafn og þetta fallegt logo, það alltaf mjög flottir hugarheimur í kringum þetta allt saman. Nei, ég stofnaði fyrirtækið Plain Vanilla og að því ég þekkti vel til í auglýsingabransanum, að þá átti ég góða vini úr þeim bransa og sérstaklega mann sem heitir Viggo Jónsson og var með auglýsingastofuna Jónsson og Le Max á þeim tíma og ég sko kem til hans og með þessa hugmyndum ég vilja búa til tölvuleikja fyrirtæki fyrir síma, því þarna þetta alltaf að springa út þarna var rauninni App Store, því að fyrstu iPhone símanir þá gast ekki náði neina upp, þú varst bara með appin sem kom með símanum svo opnaði setna App Store-ið, þannig að það var þetta að búa til app og leiki og svo kemur iPad-in út líka. Já, var ekki líka vandamáli það að það var App Store en það var ekki svona third party, þú gast ekki búið til upp fyrir iPhone, það var Apple sem þurfti að búa til appinu. Já, nei, sko, þegar App Store kemur, þá er það sem þeir opna fyrir third party. Já, ok, það er með því. Já. Manna, það var eitt appi þarna sem að gæti svona drukki bjór úr símanum, maður stætti því. Það er svo mikið að jailbröð, já, ok, en fyrir mútið það, sko. En það sem gerist þá, og þetta er mjög mikilvægt þegar það kemur bara business, að þegar að Apple kynni til sögunar App Store, að það sem þeir gerðu voru að þeir bjuggu allt hínu til vettvang fyrir lítil fyrirtæki, hvaðan sem í heiminum, til þess að bjóða vöruna sína til allra í heiminum á svipstundu. Það er að segja, þú veist, í leikjabransanum áður fyrr, að þá ef þú ætlar að fara og búa til tölvuleik, þá þurftur að búa hann til og svo þurftur að búa til umbúðir og prenta hann á geisladisk og það þurftur að gera sko dreifingasamninga í mismunandi löndum og þetta var meira áttar fyrirtæki. En allt í einu svipstundu að þá breytti Apple þessu markaði, þannig að þú gast bara búið til tölvuleik, senda hann til Apple og allt í einu gátu allir með iPhone, hvar sem í heiminum náði hann. Og þetta var algjör bylting á svo kallum sko eingöngu hindrunum inn í markað, ef svo að segja. Allt í einu gat bara hver sem búið til hvað sem og verið með aðgang af 1 milljón manns til þess að kaupa það. Og þetta hafði í för með sér að það var hálfgett svona gullæði í kringum App Store og svo Android eða Google setna og þetta var spennandi, þetta var ég mjög spenntur fyrir, því ég ímyndaði mér að þú veist, ég búin að vera að skoða þessi fyrstu app sem kom á App Store-ið og þau voru ekki mér varstu ekki nógu góð og þótt ég hefði enga forritunarþekkingu eða neina þekkingu í raun og veru á þessu, nema ég var mjög svona diggur iPhone notandi á þessum tíma, þá hugsaði ég bara, hérna er tækifæri. Það var algjörlega þannig og ég hugsaði þetta bara, þú veist, út frá svona okkar mínu samtali við þessa Silicon Valley frumkvöla sem ég kynntist út í Oxford, bara leita vaxandi markaði og vera fljótur inn á hann og það var nákvæmlega sem ég ætlaði að gera. Þannig ég stofnaði sko Plain Vanilla áður en hafði í rauninni nokkra hugmyndum hvaða leik eða hvaða prótótíð ég ætlaði að gera. Ég bara stofnaði fyrirtæki einn og þú veist, ég gæti ekki gert neitt. Svo fór ég bara að leita að, þú veist, einhverjum sem gæti kannski forritað og einhverjum sem gæti, þú veist, teiknað eða þú veist, gert grafík. Þannig að ég veit ekki hvort þetta sé oftast þannig. Mér líður stundum sko að þetta sé oft mjög góð leið til þess að stofna fyrirtæki, af því að það er bara það að hafa ákveðið að bara leigja húsnæði og stofna fyrirtæki, þóttu vitir ekki hvað það ætlar að gera, að reyna að finna eitthvað fólk sem klárt, setja það saman og þú bara verður einhvern veginn að búa eitthvað til. Þú veist, þetta er bara brainstorm hvað þú ætlar að gera. Þú veist, hugmyndir að verða til, hugmyndir sem slíkar eru svo lítils virði. Þú veist, það er þetta bara að vera með
að ákveða að framkvæma þær. Það það sem erfiði partur. Þannig að auðvitað var ég með fullt af alls konar hugmyndum svona sem ég vildi, ég var ekki algjörlega bara, ég var með alls konar pælingar en í raun og veru vissi ég ekki hvað ég ætlaði að byrja og hvað ég ætlaði að gera. En þú ætlaði að framkvæma? Ég ætlaði að framkvæma. Og þú varst svolítið búin að setja þar aðstæður upp, þú varst búin að leigja húsnæði og allt saman. Já. Og gera geggja flott logo fyrir fyrirtæki. Logo var komið áður okay. Mjög mikla, ég fekk lánaðan grafiskan hönnuði mitt hjá Jóns Nulla Max og ég held ég var aldrei eitt miklum tíma í logo eins og það Play Vanilla logo sko. Það er fáránlegt. Þetta geggja logo. Já, ég er mjög ánægð með. Og þarna komum við svolítið inn á stóran kafla í þínu lífi sem The Moogies. Já, sem sagt upphæðlega þá því vorum að brainstorma það hvað við ætlum að búa til og mér fannst sko vera eitt markaður sem ég fannst vera svona underserved. Það var að ég tók eftir hvernig sonur minn elskaði iPada og þú veist hvernig að þessi nýja kynslóð af ungu fólki orðið miklu vanar að horfa á einhvað á spjaldtölvum þótt að sér reyndar ekki tala vel það núna en á þessum tíma var þetta bara það var enginn að pæla í skjáfíkn en einhvern veginn en og mig langaði þá og ég sagði bara, heyrðu, þetta hlýtur að vera markaður fyrir bara virkilega sko high quality eða bara hágæða afþreyingarefni fyrir börn á iPad eða í síma og ég fyrir bara í meiri háttar hugmyndavinnu og bara svona koncept vinnu og við búum til hennan leik sem heitir Moogies og þessa karaktera og fekk alveg sko brjálæðislega flott fólk með mér í þetta sem var flest allt ekki að vinna fyrir neitt nema þá bara einhverja hlutdeild hugsanlega af hagnaði sem að leikurinn myndi skapa. Já, svo ekki að vinna fyrir neitt sem sagt þið voru ekki að vinna fyrir neinar þú varst ekki að borga nein laun. Nei, mjög lítið. Já. Og eftir á hyggja þú veist, þú talar sko svona hvað sölumennska og annað og framkoma skiptir máli að ég held að fyrir einhvern frumkvöðul sem vil stofna fyrirtæki og fá gott fólk með sér en á kannski engan pening að þá sko fyrsta verkefnið sem þú stendur fram fyrir það að selja fólki hugmyndina að því hvað þið ætlaði að gera og hvað þið getur orðið frábært og þar kikkar ykkur ákveðin sölumennska inn strax og ég var bara ótrúlega heppin að fá til mín brjálæðislega hæfileikaríkt fólk að búa til Moogies. Við vorum með frábæran illustrator sem heitir Edda, vorum með frábæra animators, vorum með frábæra leikara, Ari Eldjárn gerði allar raddirnar í Moogies eða flestar og við bara ég setti allt í hennar leik og ég var algjörlega sannfærður að þessi leikur, The Moogies yrði bara nýja Disney. Þannig að þegar þú ert að sannfæra fólk að koma með þér í þetta þá ert að segja það heilum hug bara ég held þetta verði ekki. Já, algjörlega. Þú veist ekki að reyna fíkla fólk. Nei, sölumennska ekki, þú veist sölumennska, þú veist það að vera sölumæður í Elko og segja alltaf að þetta sé alveg eins þvóttavél og maður er sjálfur að ljúga því, þú veist, þá ert að reyna þú veist, þetta er ekki alveg, sölumennska er ekki alveg saman sölumennska. Þú veist, sölumennska er að selja sín og það er mjög erfitt að selja sín og trúur ekki sjálfur á hana og það er bara komin á framfæri ef þú skilur hvað við. Algjörlega, en það var líka að hafa smá svona maður er að taka séns, þú sjálfur ert að taka séns, ég meina þú stofnar fyrirtæki og þú ætlar að fara út í þetta og síðan ert að biðja annað fólk að taka sensin með þér, en þú ert samt ábyrgur. Algjörlega. Settur eigin fjármagn í Moogies? Já, allt sem ég átti. Og ekki bara það, ég einhvern veginn, ég veit ekki ennþá, þetta sé svartur blettur í sögu Íslandsbanka, en ég einhvern veginn fekk sko, þú veist, einhverja 15 miljón króna yfirdrátt hjá Íslandsbanka. Og ég átti ekki neitt á þessum tíma. Já, kannski best að setja þeim líka, ég og barsmóða mín hættum saman þarna eftir ég kem heim, eftir við komum heim á Oxford, þannig að ég var bara single helgarpappi og það var kannski líka einn ástæðan fyrir því að ég bara einhvern veginn dæmdi mér í þetta, mér varst ég fyrir einhverjum tímamótum en ég stofnaði fyrirtæki og algjörlega ég bara var að leigja mjög litla íbúð og átti ekki neitt, bara var alltaf í utrætti og fengum reyndar einhvern styrk frá einhverju norrænu svona leikjadæmi en allt í góðu og svo
búin til hennar leik og þetta var alveg frábær leikur, ég ennþá á því að þetta sé algjör falin perla þú veist, ég setti svo mikinn blóðsvita og tár í hennar leik, ég var að vinna alveg ógeðslega mikið og við, þú veist, þetta vekur talsverða athygli á Íslandi, ég náði einhvern veginn að fá stærsta svona útgefandan á leikjum sem heit Chilingo og voru hérna þeir sem gáfu út Angry Birds uppalega og þú veist, ég kem í hérna Kastljós viðtal og mikið fjallað þetta Loksins komin hinum einu við borðið í viðtali Já, einmitt og ég var þú veist, satt þess að segja alveg svakalega spenntur fyrir þessu ég var alveg samfærður að ég var að fara hérna sigra heiminn sem var kannski bara nauðsynlegt þú veist, til þess að halda áfram Einmitt, og hrífa fólk með sér í þetta Og hvernig fer fyrsta útgáfu helgi sko vandamálið að hérna á þeim tíma bara í þessum símabrasa að það kemur svo alveg eins og að tala áðan hvað það kemur fljótt í ljós að Trivia Royale skaust á toppin, það gerir svo hratt og það þannig í þessum brasa að þú sérð eiginlega strax hvernig einhver leikur er að fara að ganga sem gott, getur líka verið vond og ég man að við sem sagt gefum út leikinn og verum með svaka útgáfu partí fæ alla vini mína og fólk í bransanum og það hefur opnað kampavín og bara svaka stuð og svo fer ég heim og maður að bíða eftir því að vita hvernig þetta gangi og þessum tíma var ég ekki með neina innsýn inn í það, ég þurfti bara að bíða eftir tölum frá Apple sem uppdatuðust ekki helgi, það var gefið út á föstudegi þannig ég var að bíða eftir þangað á mánudaginn að fá sko tölunar það hversu vel þetta hefði gengið og einmitt, ég lýst þessu oft að ég var búin að búa til svona þessi leikur var satt seldur, þú ert að kaupa hann það var áður en að allt var ókipis á App Store Já, einmitt, það var bara mótilega kostaði $1 og það var bara þannig Það var vesen fyrir Íslendinga og þú gast ekkert keypt allt inn á App Store, þú þurftir að vera með einhver svona ákveðin Jú, þú gast keypt sko upp það var heldur komið, já það var ekki iTunes þá sem var þar þurftur að kaupa eitthvað svona gjafa þú gast upp, já en svo man ég var búin að búið svona Excel-skjal fyrir það sem voru að vinna með mér í þessu skilur og ég var með svona worst, best, medium og best case þú veist, hvað myndu selja mikið og svona best case yfir fyrstu helgina, þá vildi ég selja svona 100.000 eintök, það hefur verið geðveitt, það hefur verið profitable og þá fengu allir sem voru að vinna með mér í þessu bara fullt af pening og þetta væri bara algjört hit og svo varstu með sko svona medium case 50.000, já ok, það væri svona ég átti eiginlega vonað að það væri kringum 50.000 eintök sem við myndum selja og svo einhver worst case var man ekki 25.000 eða eitthvað þannig, það væri ekki gott þá værum ég í tapi, því ég er búin að eyða fullt af peningum í þetta og svo býð ég og er fyrir saman tölvuna alveg, þú veist, að nóttu til að býða eftir þetta refreshist og var bara hérna á F5 bara refresh að býja þetta frá tölunar og svo eins og ég segi, ég hef oft talað um þetta ég gleym aldrei hérna þegar að allt í hennu byrtast þær á skjánum og það getur ímyndað þér sko senina, þetta er svona nóttu til og svona blár skjávarmin einhvern veginn á sveittu andlitinu sem býður, þetta er búin að eyða 1,5 ári að lífi sínu og bara komið að því, þarna kom niðurstaðan hvað var það? 100.000 eintök var það 50.000 eintök, einhvað á milli? Nei, það voru 530 eintök þú veist bara ekkert og ég bara fattaði þarna einni svipstundu að hérna öll vinnan síðasta 1,5 árið allt stressið og komið svo að gera þetta rétt og hugsa pínur litlu smáatriðin og hvernig röddin á þessum og hvernig þú veist að ég fór mjög djúpt í svona smáatriði í þessum leik og það var bara, ég var farin á hausinn og það var algjör skellur Ekki trúið því En þú heldur áfram? Já Ég veit ekki alveg af hverju Þú veist, ég meina, ferðu þarna yfir til starfsmannana og þarft að tilkynna þeim þetta eða, þú veist, hvað svona eftirmál að taka við eftir að eitthvað svona floppar? Sko ég held áfram að reyna einhvern veginn, maður býr sér alltaf til eitthvað að þetta klikkaði út af þessu einhverju svona smáatriðum sem eftir á að hyggja er ekki rétt hugsun, þú veist að því að það að breyta einhverju smá er ekki bara að breyta stórumyndin
og þú veist, ég ákvaða að fara í það að gefa út einhver svona frí demo-útgáfu sem síðan var þetta að kaupa, þú veist, það var ástæðan fyrir þetta verki að virka og þetta væri að því að kategórið var ekki rétt sem hann á flokkaður í, þú veist, einhver svona maður bjósi til eitthvað svona, já, það er, þú veist, ástæðan því maður vill aldrei horfast einhvern veginn í augu við að mann hafi mistekist og það er eitt sem ég lærði reyndar mitt í Oxford, það er hérna kallað low cost of control, þetta er þekkt koncept sem er sem sagt að fólk vill alltaf þegar velgengur þá hugsar fólk að það sé út af internal ástæðum eða sem sagt að það sé út af því að hvað það sé gott eða klárt. Þegar illa gengur að þá fer fólk alltaf í það að það séu einhver aðkomandi áhrif eða external. Og þetta er mjög ríkt í okkur mannskepninni og þekkir þetta bara sjálfur þegar eitthvað gengur illa þá er það alltaf út af einhverju öðru, þegar eitthvað gengur vel þá er það því að maður er svo klár. Já. Og maður ég fann alveg, ég fjalli í það og ég man ég reyndi ýmislegt og ekkert gekk og þetta var, við gáum út leikinn í nóvember og ég átti rosalega erfið jól af því að þetta var búið að vera mikið í umfjöllun og allir í fjölskyldinu voru einhvern veginn svo stoltir af manni, bara já það, þú veist Þorsteinn, Steini, hérna er bara einhvern leik og það gengur ekki því að fólk hafði enga innsýn í því hvort það veri ganga vel eða ekki. Nei, bara hann fór í kastljósið hann er bara eitthvað svaka Angry Birds og Chilingo og ég ég fór í einhver svona fjölskyldubúð jólin og allir bara, hvernig gengur, þú veist og maður bara, þú veist, einhvern veginn já, bara vel, þú veist, einhvern veginn þú veist, þetta var erfið stað að vera í, þú veist, og ég vissi ég væri bara með 20 milljón króna yfirdrátt sem væri að fara þetta niður og var bara, það var mjög erfiður tími, fannst mér. Já. Og ég man að ég, þú veist, fór meira þess að heim til mömmu minnar og bara svona hálfbrotnaði niður, af því mér leið bara eins og, þú veist, ég var 2 barna faðir bjó í einhverju holu með, þú veist, skuldir á bakinu sem myndi taka langan tíma að koma sér upp úr og fannst ég bara að vera feiljur en hún þetta er reyndar aftur svona pivotal moment hjá mömmu minni, margt gott að þakka en ég held að þarna hún kom mjög sterk inn að hún spurði hvort hún mætti lesa eitt ljóð fyrir mig. Nú er þetta að vera mjög dramatískt og væmi en það er ljóð eftir Hannes Hafstein sem heitir Ég elska þig stormur og ég bara, já, þú veist, ég var svo eitthvað hálf kjökrandi þarna en á eldhúsbörnu hjá mömmu að tala hvað ég veri eitthvað misefnaður og hún les það fyrir mig með tilfröðum af því að Hannes Hafstein á áhugaverða sögu og lenti í miklu mótbárum, misti mikið sem ungu maður og samt ljóðum það sem heitir Ég elska þig stormur, eða heitir Stormur og sem sagt hvernig hann finnur storminn sem er mótlætið í staðinn fyrir það að feikjast í burtu að þá, þú veist, horfur hann storminn sem styrkjandi afl og þetta er geggjað ljóð og ég mæli með að allir sem gangi gegnum einhverja erfiðleika lesi þetta stutta ljóð. Ég ætla ekki að gera það í þessu viðtali en ég man bara, þarna tók ég ákvörðun við eldhúsborðið hjá mömmu að ég bara, þú veist, þetta er það sem ég var að læra, þetta er það sem að gaurarnir í Silikondal var að tala maður þarf að lenda í einhverju erfið, það er það sem maður lærir af, það er það sem byggir mann upp, það er það sem þú veist, á að vera drifkraftur, nota storminn til þess að þeysa, til þess að nota sem kraft í seglin í staðinn fyrir að láta hann slá sig niður og það er þá sem ég ákvað bara hann áramótin 2011 að gefast ekki upp. Ég ætlaði ekki að fá mig vinnu og ég var alveg á þenn tímapunkti, ég var að skoða atvinnuauglýsingar og var bara að pæla í hvernig þetta komast úr þessu. Já, það? Emil, langar akkurat að forðast það, hvort að þarna hefði ekki verið bara kjörið tækifæri að fara aftur yfir á RÚV eða? Nei, ég var alveg, þú veist, pældi alveg í því, Já. En þarna gerist það að ég hugsaði, ég þarf bara að taka það sem ég lærði að Mookies, það sem virkaði ekki vel og ég ætla alltaf áfram, ég ætla að búa til leik sem verður hitleikur. Það er bara mitt markmið og ég fer og fæ mér bjór einhverstaðar, það er oft aðeins sem góðar hugmyndir verða og búin að spila mikið að leikjum og skildi markaði nákvæmlega og búin að vinna í tími í þessu
og ég teikna upp QuizUp á svona hérna, þetta eins og ykkur bíómynd á svona einhverja servit eiginlega nokkurn veginn eins og hann verður sér og bara finn bara einhvern svakalegan fítonskraft í mér að ég ætla bara að láta þetta verða veruleika hvernig vissi ég ekki að því að ég var algjörlega á hausnum og hérna hafi, þú veist, ég gæti ekki borga starfsmennum laun eða neitt en ég vildi láta slagstanda og bara hreinlega eins og ég hugsaði þetta, ég ætla bara að flytja til Kaliforníu, flytja til hérna Silicon Dals og þar mun fólk skilja mig og sjá hvað þetta frábær hugmynd og láta mig að hafa peninga og þannig mun ég sigra heiminn, þú veist, það var þannig hugsaði ég. Ok. Þetta var svona útgönguleiðin í rauninni? Já. Að því að sko, ég fekk þessa hugmynd og hérna ég reyndi fyrst á Íslandi að fá fjármagn, að því ég bara þurfti eitthvað fjármagn. Fyrir QuizUp eða Moogies? Fyrir QuizUp, já, ég fekk aldrei fengið, ég hafði líka reynd að fá fjármagn fyrir Moogies en það var bara það var náttúrulega stuttu eftir hrunið þannig að það er ekki eins og þetta núna það voru ekki einhverjir sjóðir sem voru hérna styrkja fólk en já, ég voru svolítið svona dramatíst hjá okkur einhvern veginn ég til í það sko en ég satt fer einmitt fyrst og reyni að tala við nokkra fjárfesta á Íslandi með þessa hugmyndum um QuizUp þetta hét ekki QuizUp þá, nafnum var ekki komið en þessi spurningaleikur sem áttu að vera í rauntíma og með öllum þessum hugmyndum sem voru síðan raunveruleika og hérna og þeir bara segja mjög blákalt nei hver einn og einasti Leðir eins og þeir var ekki að fatta hvað þetta var góð hugmynd? Nei, þú veist ég sko í raun og veru það sem kannski ég komst að síðan er að þetta snýst pínulítið ákveðið svona viðhorf á Íslandi gagnvart því að mistakast og þetta er eitthvað sem er frekar nálægt hjarta mínu og einhvað sem ég held að við Íslendingar þurfum pínulítið að breyta og reynda bara Evrópa í heild sinni er að mér leið þegar ég fór að tala við fjárfesta og þeir spurðu, hvernig gekk þetta Moogies sem við vorum að sjá fréttir og ég þurfti einhvern veginn svona að sýna þeim tölurnar sem voru ekki mjög fallegar að þá bara fann ég bara leið að allir áhugi sloknaði bara mér mistókst þegar ég ætlum ekki að veðja einhvern hest hérna sem feilaði og það er rosa mikil skömm í kringum það að mistakast eða feila bara í Evrópu eða á Íslandi það er ekki það er eitthvað sem fólk vill það er ekkert stolt í því en það sem ég komst að setna var að þessu svolítið öðruvísi farið í Bandaríkjunum þar er ákveðin svona bara í menningunni það að sko að feila og halda áfram það er rosalega sterkt svona, það er ákveðin virðing borin fyrir því sem að lokum leiddi mig út í það að ég einmitt flutti til San Francisco og ætlaði að freista gæfunar í þessari höfuðborg tækninnar og þá byrjar sá kapli í mínu lífi QuizUp kaplin yes. Þegar þú flyttir þarna út þú ert vantarlega ekki fluttur þarna til lengri tíma nema þú hafi verið með vísa eða eitthvað? Nei, ekkert vísa og ég hafði aldrei komið til San Francisco áður og ég vissi þú varst bara að mæta í stemminguna þú varst bara að leita uppi hvað hittin og ég man alltaf að ég var með þessa hugmynd og ég veit ekki hvað þetta hefur verið gert aður sko. Ég fekk 2 forritara, eitt sem hafi verið hjá mér áður og eitt sem ég frétta af og væri ótrúlega góður, það er Jói sem er núna tæknistjóri hjá mér og við verðum með mér gegnum þetta allt saman Báðir íslenskir og ég bara sagði við þá, strákar ég er með hugmynd að þessum leik og ég veit að, og Jói hefur sagt mér það seinna hann var ekkit algjörlega seldur á þessa hugmynd þegar ég var útskýrt, þetta var bara eitthvað á blaði og en það sem ég bauði þeim var það við ætlum að fara á bara esta vísa til Bandaríkjana og verið í San Francisco í 3 mánuði og þið ætlaði að búa til prototípu af þessum leik og ég ætla að fá fjármagn frá svona fjárfestingasjóðum úti og það verður ekkert mál og ég náði að skrapa saman peningum til að geta borga þeim einhver algjör lágmarslaun en á móti þá kom ég með fann ég íbúð og ég vorum ekki eins og íbúð því ég fór út við bara keyptum one way ticket til San Francisco það var bara nákvæmlega þannig já, eftir áhyggja veistu það, ef ég hefði vitað hvernig það væri, þá er ekki vissum ég hefði gert það er oft ákveðin svona
fegurð í ignorance is bliss eins og ykkur sagði af því að ég hafði ímyndað mér að svona gaur eins og ég sem væri með einhverja svona hugmynd og ætlaði að framkvæma eitthvað að það væri bara ekkert mál að fá peninga og ég hugsaði líka, allir þessi gaurar sem ég kynntist þarna í Oxford þeir munu bara, ryðja braut mína og hélt bara, mér fannst eins og það bara beðið eftir mér í San Francisco með rauðan dreigil og ég myndi bara labba þar niður og bara fjárfestar myndu henda pening í mig en það var svo sannlega ekki raunin Það sem var kannski raunverulega vinna með þér voru samböndin sem þú hafðir úr Oxford og þessi bara blinda trú ég hélt það, en svo þegar ég sendi einhverjum forstjóra Twitter einhverjum e-mail, hey, it's Thor here from Iceland, remember me? Fekk aldrei svör við neinu þannig að eina sem var að vinna með þér var bara þessi blinda trú það var eina sem ég hafði með og þessi 2 samstarfsfélagar já, sem voru frábærir en þetta var æðislegt þannig að þið farið út, þið ekki einu sinni með leikinn þið ætla bara að búa til prototípun af leiknum meðan þið úti og meðan þú ert að selja ok, ég hef heyrt sögur af þessum ok, getur raunin bara talað sagt mér hvað Sequoia og hvernig það tengist ég get talað endalaust þessa ferð þetta var náttúrulega, algjörlega episk ferð á öllum levelum þar kynnist ég líka úti, kynnist ég honum Gunnari Holmsteini sem núna að vinna með mér hann var með fyrirtæki úti líka og ég kynnist mikið af fólki, kynnist líka Davíð Helgasinni sem var stofnandi Unity sem stórt fyrirtæki úti og allt vann þetta saman og ég veit ekki, við getum haldið bara sér podcast ævintýrin sem voru út í San Francisco við byrjum með þessa hugmynd og ekkert annað og þurftum að byrja á því að finna okkur bara skrifstofuhúsnæði og svo húsnæði við mættum hana bara basically með bara töskur í San Francisco og við byrjaði á því að finna einhver Airbnb íbúð sem við fengum sem var, held ég, versta íbúð sem ég nokkuð tíma verið í og svo til að fá skrifstofuhúsnæði þá fekk ég það var svona leikjahraðall sem var í gangi og þetta voru alveg 100 svona leikjahraðlar þetta var svona eins og Startup Iceland þetta svona, þú getur farið inn í einhvern svona færið eitthvað svona office space og með einhverjum öðrum fyrirtækjum svona coworking eitthvað og við komst inn í eitt þannig og það var nú meira ruglið þetta var þar sem sagt gátum við fengið aðstöðu þarna á móti því við myndum gefa 5% af fyrirtækinu til þessar hraðals sem var alltaf hátt nema hvað við byrjum að það og þeir hjálpuðu okkur aðeins að koma undir okkur fótunum búa til bankareikning búa til fyrirtækið í Bandaríkjunum en svo kemur í ljósa fjármálastjórinn á þessum hraðli sem við vorum að vinna hjá hann var sem sagt frekar tæpur einstaklíkur og hann sem sagt bjóð til, við tókum allan peningi sem við áttum sem voru einhverjum $1,000 og settum mér á hana bankareikning og hann fór með mér að skrifa undir að búa til hana bankareikning en svo viku eftir að við komum að þá skildi konan hans við hann og hann datt í það hann hafði verið edrú sem sagt í 10 ár og fór og tók allan peningin okkar og eyddi því í áfengi því hann var með aðgang líka þessum bankareikning og við tók einhver svona eltingarleikur við einhverja byttu í San Francisco að reyna að fá peningin tilbaka og láta hann skrifa undir að hann væri ekki lengur hluta af fyrirtækinu og þetta var svona bara alls konar svona rugl sem við lentum í ok, að minnsta kosti ég mæti hann San Francisco við byrjum að fáum skrifstofuhúsnæði og lokum hættum við sem hraðli og ég kom mér inn hjá einhverju fyrirtæki sem leiði okkur að vera með eitthvað hotn hjá sér og ég byrja bara að ætla að ná í pening og ég var mjög brattur á þessum tíma og það fullt af svona frægum sjóðum í Silicon Valley, í San Francisco eins og þú nefnir Sequoia og risasjóðir sem hafa verið þessi sjóðir sem hafa fjárfest í öllum þessum stóru fyrirtæki sem maður þekkir þú veist Google, Facebook Apple bara nefndu það og ég byrja bara því að gera lista, bara sem ég bara skoða á netinu yfir hvaða fyrirtæki ég vildi fá inn og svo bara sendi ég e-maila bara halló, ég heiti Þorsteinn ég er komin frá Íslandi ég er með hugmyndaleik og þetta er mjög góð hugmynd og ég get hitt ykkur í næstu viku á þriðjudaginn kl. 2 ef þú getur komið í við og bara Heppnin er með ykkur það var algjörlega þannig ég fekk 0 svör vandamálið er að
það talað að eitt af hverjum 7.000 startup fyrirtækjum í San Francisco fá actually þetta fjármagn til að byrja með. Einmitt. Þú veist, maður heldur að það náttúrulega fullt af sjóðum þarna, en það líka ástæði fyrir því að það var svona, þú veist, 10.000 aðrir ég sem hafði komið til San Francisco til þess að gera nákvæmlega sama og ég var að reyna að gera. Það gott að vita bara ekki þessa tölfræði. Ég hafði ekki, þetta tölfræði sem ég vissi ekki og aftur, ef ég hefði vitað þá ekkert sem ég hefði farið út. Einmitt. Hvernig landar þú svo til að byrja með fundi við Sequoia og síðan Sequoia sem fjárfesti í? Sko, þeir reyndar fjárfesti ekki í okkur í þessu rándi. Það er aðeins lengri saga. Hvað kallið þetta? Þetta er seed round? Já, þetta er rauninni að ég var að reyna þarna til þess að geta láta QuizUp verða veruleika og þá ætlaði ég að safna $1 million eða $1 million. Var það bara að tala gripin úr lofti? Eða? Nei, er hann að maður sé Austin Powers? $1 million. Nei, það er mjög algeng þú veist, það var þannig sé gripið úr loftinu en það er mjög algeng svona byrjun að tala í svona funding. Okay. Og við tók bara brjálæðislega erfiður eltingarleikur við að fá fundi og það gekk ansi langt og ég eftir áhyggja er í pínu svona bara stoltur af því hvað maður gat verið sko bara framfærin og þú veist þetta fór í það að vita hvenar einhverjir fjárfestar fengu sér þú veist hádegismat á einhverjum stöðum og reyna að setjast við hliðina á þeim og reyna að pota einhverju kynningu að þeim sko. Já, algjörlega. Þetta var bara mesta hösl sem ég hef nokkuð tíman lendi. Það var rosalega, sko, þessi fyrsta milljón sem við náðum að safna það úti og ég hef farið í gegnum ótal svona fjármagnanir eftir þetta en það var ekkert sko nálægt í að vera erfitt eins og að ná fyrstu milljónni eða þú veist, komast inn í þetta. Því leið þú kemst aðeins inn í svona þennan heim þá verður auðveldar að halda áfram ef það make a sense. Já, bara stór þröskuldur sem það er yfir sig stór þröskuldur. Þannig en já, ég fekk mjög góða hjálp frá Davíð Helgasyni sem er Íslendingur sem er hefur bjóð í San Francisco þessum tíma og stofnaði fyrirtæki sem heitir Unity og ég sýndi honum hugmyndina mína og þekkti hann ekki neitt en því við erum Íslendingar og þá bara, þú veist, svona virkar þetta. Tóku við, þetta var Icelandic Mafia. Nei, og hann vildi strax sjálfur fjárfesta, hann fannst að vera skemmtileg hugmynd og ég var alveg búin að búa til fallegt svona dekk og útskýra vel hvað ég vildi gera. Og hans fyrirtæki er fjármagnað af þessum stóra sjóði sem heitir Sequoia og það er einn stærsti sjóðurinn, tækni fjárfestingasjóðurinn í heiminum. Og þetta er svona frekar snemma á ferlinu. Ég hef búin að fá nei á öllum þessum e-mailum sem ég sendi og vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera og hann segir bara allt í einu, heyrðu, akkur bara kynni ég ekki fyrir Roloff sem var sem sagt stjórnarmaður Sequoia í hans fyrirtæki. Hann er örugglega gaman að því að skoða þetta. Og ég bara, í alvörunni, ertu til ég að kynna mig fyrir honum? Hann bara, já, það er bara gaman og ég bara frábært og Davíð segir við mig, heyrðu, komdu bara á skrifstofunar hjá okkur, í San Francisco, bara klukkan svona 5 á föstudaginn. Og þetta var bara eftir 2 daga. Og ég bara, geðveikt. Og ég náttúrulega verð geðveikt spenntur og fer og ég fór og ég var svona að reyna að sæka mig upp. Þetta sýnst oft að svona sigritera hluti svolítið. Ég fer í, þótt ég hefði engan pening og ég fór í skyrtubúð og keypti mér Armani skyrtu. Og það var hluti af einhver svona andlegu sæki hjá mér, ég vildi einhvern veginn hugsa, ég er bara alveg jafn góður á þeir þetta er skrítið að hugsa þetta og bara setja það í búning bara fara í búning, já, þetta var svolítið þannig sko. Og þarna kemur leiklistin einn sko, ég bara var að sækja mig upp í þetta, ég var mjög stressaður fyrir þessum fundi og svo mæti ég geri með iPad svona slideshow eða svona kynningu, PowerPoint kynningu á þessu öllu og ég mæti til hans og hitti Davíð þarna í einhverju fundarherbyggi og ég sest niður og ég man að var heitt þarna inni og ég bara byrjaði strax að svitna og var mjög stressaður. Það var svona stærsti fundur sem ég nokkuð tímann tekið. Það því að þessi maður er sko algjört svona, hann var stofnandi PayPal og þessi Roloff sem var að koma. Já, með Musk þá? Með Musk, já. Þeir eru búið yfir Suður Afríku. Einmitt, ok, þannig að þú ert komin bara í suðupotinu. Algjörlega, þetta var svona þetta var allt í einu komin í það sem ég vildi fara í. Þetta var ástæðan fyrir ég fór út til San Francisco til að fara á svona fundi. Og hann fekk ég hann. Og ég er mjög stressaður og við sittum hann ég og Davíð og ég
spyr hérna Davíð, hvað ertu búin að segja honum? Þú veist, hvernig er ég að byrja og hvað ertu búin að segja honum? Og Davíð horfir á mig og segir, segja honum? Hvað meinar þú? Og ég meina, það er hann ekki eins frá leiknum eða hvað ég verið að gera og þá segir Davíð, nei, guð, þú veist, hann veit ekki að þú ert hérna, sko. Og ég, veit hann ekki ég er að fara að hitta hann? Og Davíð segir, nei, sko, það er verið ómögulegt fyrir að fá fund með honum. Ég sjálfur þarf að bíða í nokkrar vikur til að fá fundi. Nei, sko, hann er að koma að hitta mig. En mér datt í hug að, sko, þegar hann kemur núna eftir 10 mínútur, að þá þykjumst við vera á fundi, hérna, vera að klára fund saman og þegar hann kemur inn, þá kynni ég ykkur og þú reynir að hérna, koma pitchinu inn á milli koma inn fyrirlestur bara henda þess að inn og ég er með 40 mínútna fyrirlestur, hvað meinar og þetta gerði mig ekkert minna stressaðan og hérna, og svo hann er bara og sittist niður og ég bara fuck, nei, má ekki segja þetta og hérna á þessum tímapunkti, það mátti segja þetta og svo ég man mjög vel eftir þessu, þetta svona, var fundarherbergi og það var svona skikt gler, þannig að maður sá svona útlínur þú veist, fyrir utan, en ekki gegnum það á veggjónum á þessu fundarherbergi og svo býðum við, og það er mjög heitt að það svo allt í henni sé ég svona skugga koma framhjá glerinu og opnar hurðina og þar er þessi maður, by the way með dýfstu rödd sem ég nokkuð heyrt mann tala, mjög skeri gaur, þessi Rólof það er mikið vikt í þessu nafni mikið vikt í þessu nafni og hann er núna satt, yfir öllu Sequoia en alltaf og hann kemur að inn og ég aldrei sé hann aður og Davíð kemur, nei, hei og Rólof svona, hello David svo horfir hann á mig og spyr bara, horfir svo aftur á Davíð og segir, who is this? Geðveikt alvarlegur og það er svo fyndið að Davíð, hann er líka stressaður við hann sko, því að þetta er, þú veist, þótt að hann sé miklu herri staðin ég og hann er bara Oh, this is my friend from Iceland. He's actually has a great game that you're just showing to me. Og var eitthvað svona að reyna að hjálpa mig við þetta. Og þá horfir Rólof aftur á mig. Svo horfir hann aftur á Davíð og spyr, is this the reason you wanted to meet me? Og þá fyrir Davíð í smá panik. Og er bara, no, he's just going. Yeah, it's okay. Bara, þú veist, því hann sagðist bara ekki hafa, þú veist, tíma í þetta. Og ég einhvern veginn samt bara ákveða þarna, ég bara er á leiðinu út og taka allt saman og bara vildi samt ekki, þú veist, missa þetta tækifæri þannig ég segi bara, heyrðu, fyrirgeðu reyndar, má ég bara rétt sína þetta tekur bara svona 5 mínútur og bara stekki í það og ég sé að Davíð svona, ertu vissið það og Rólof fór og segi bara, ok, þetta fer bara þínum tíma Davíð, en mjög alvarlega sko, það var engu djókstuði sko og svo byrjar þessi pitch sem er mest stressandi pitch sem ég nokkuð tímann gert á æfinni og þetta er sérstaklega erfitt að því að hann byrjaði svo illa að ég syns að það hefði verið í svona jakka þegar ég var að bíða eftir honum og svo heitt að inni og ég hefði lagt hann sko ekki á stólbakið heldur svona á gólfið við hliðin á stólnum mínum þar sem að frakki minn eða jakki lá og einhvern veginn Rólof og allir standa ennþá og hann svona horfir á mig og segir ok, byrjaði pitchið og við stöndum allir svona einhvern veginn við fundaborðið, þetta er mjög skrítin stemning og svo þegar ég er að byrja þá er bara svona, byrjaði bara svona so og ætla að setja mig í stemningu þá allt í hennu horfir hann á jakkan mér sem við hliðin á hérna stólnum bendir á hann og segir whose jacket is this? Og ég er svona komir í eitthvað pitstuð og bara it's mine þá horfir hann á mig aftur og segir you don't treat clothes like that talandum hræðilega byrjun á pitchi er hann sko, mér lýðir svo sér bara sína sömu stemmingu og bara einhver svona reyður pabbi mætti og krakkarnir að fíblast þetta var nákvæmlega þannig sko ég er náttúrulega bara, þú veist, þetta var hræðilegt nema hvað, svo byrja ég og gengur vel, ég haf búin að æfa þetta vel og hann endaði að segja þetta að vera interesting og spurði hvort ég væri til í að koma með kynningu fyrir sem sagt alla eigendur Sequoia mánudaginn eftir það á svona einhverjum partnerfundi sem ég var heldur betur til ég að gera og bara þetta var byrjunin á okkar funding svo fer ég á hérna þennan fund, það gengur vel Sequoia reyndar á þessum tímapunkti sögðu að þeir væri ekki svona seed funding þeir myndu vilja fjárfesta þegar þetta væri komið lengra en hann tengdi mig við fullt af seed funds og þannig fengum við eingöngu inn í þetta kerfi
það gengur út á að komast í gegnum einhvern og hann í rauninni þótt að þeir hafi ekki fjárfest þarna, þeir gerðu það seinna reyndar að þeir opnuðu fyrir og mér tókst á einhvern hátt þarna að safna upp eitthvað $1,5 million í hérna fjármagn til þess að búa til QuizUp 1,5, meira en þú gerir ráð fyrir. Já, bara... Og það, þú veist, telur þú þá velgengni til einhver annað til bara þína hæfileika að geta bara selt svona? Þú veist, þetta hljómar svo tilvílun að einhvern veginn hitta þennan og þennan en þú veist, maður þarf svolítið að leggja stað út í þetta ævindiri til þess að lendi í þessum tilvílunum. Sko, uppáhalds sorry, mér finnst þetta enskuslettur en uppáhalds svona segingi mitt sko, þú þarft heppni í allt en sko fortune favors the bold sem að hvernig þetta á íslensku, gæfan hliðholl þeim sem þora Það var sannlega við í þessu. Já, þannig að, jú þú veist, ég held að öll saga allra manna sem hafa gert eitthvað stráð af litlum atvikum sem á skilgrina sem heppni en þeir eru vantilega ekki lent í því nema því að þeir voru á þeim stað svo maður segja. Einmitt. Og þarna QuizUp orðin einhvers konar hugmynd. Já. Þið ykkur tekst að framkvæma hana, þið búið hana til með nokkurn veginn bara íslensku teymi eða ekki? Jú. Það reyndar, þú veist, aftur, ég veit ekki hvernig nú á tíma, en það er ekki orðið alltaf langt. Jú. Þú metur hversu verðmættur tímið þinn Nei, við gerum ekki strax QuizUp, við byrjum á því að búið til fullt af litlum QuizUp leikjum. Alveg rétt, þið gerir hérna Twilight og hérna Körfuboltan og Math og hérna eitthvað svona eða ekki. Eurovision QuizUp á fyrsta leikurinn. Já. Við gáðum hann út að meðan við vorum út í Kaliforníu, það var bara fyrsta út prototípan, það bara vildi svo til að Eurovision var á þessum tíma. Legendary Eurovision, þetta þegar Loreen vann hérna með Euphoria einmitt, ok, það var gekkja og allt gekk frekar illa þannig síðan en við fengum alls konar tölur og lærðum á því og jú, svo vantaði okkur meiri fjármagn og til þess að fá meira fjármagn að þá þurftum við að ná leik sem myndi ná sko einhverjum vinsældum áður um gáum út QuizUp og það þá sem ég flýg aftur út þetta skipti til sko Los Angeles í staðinn fyrir San Francisco að tala við movie studios að búa til einhvern leik sem væri með svona IP eða það væri tengt einhverju svona frægum bíómyndum því að það væri besta leiðin til að fá einn notendur og við gerðum það önnur saga, en við gerðum samninga við Lionsgate sem var með þessar Twilight bíómyndir og urðum bara mobile leikur Twilight bíómyndina sem eitt bestið samningur sem ég nokkuð mann gert af því að þeir sem sagt promótuðu leikinn fyrir okkur og við fengum þú veist bara 1 milljón notendur í gegnum það mjög hratt sem hjálpaði okkur síðan að fá meira fjármagn. Og Twilight var náttúrulega líka með svona smá nörda base í kringu sig. Já, algjörlega. 100%. Fangirl stemmingu. Ég man samt ég var búin að stækka fyrirtæki á þessum tímapunkti, vorum aðalega bara íslenskir, það voru svona íslenskir nördar sem voru að vinna. Þegar ég kom tilbaka frá Los Angeles og sagði bara, nú verður Twilight marathon hjá okkur. Það vakti ekki mikla lukku. Já, það er allir starfsmenn að horfa á. Já, komast í gýrin sko. Komast í gýrin. QuizUp er náttúrulega svolítið áhugaverða leið. Þetta verður síðan að einu stóru appi og sem í rauninni bara svona samansapn af minni spurningaleikjum eða spurningum hellingatoppikum. Já, en þú veist, það var alltaf hugmyndin sann sko. Það var, þú veist, hugmyndin var að vera með, þú veist, hundruðir mismunandi toppika eða mismunandi sko, flokka. Inn í einum leik. Já. En þarna þá gætu þið kannski verið að pröfukeira einn og einn leik út að þau höfðu fjármagn fyrir það. Já, í raun og veru vorum við bara að prófa tæknina og vorum bara að þú veist, þetta er svona kallað þú veist að prófa hvernig fólk spilar það, þú veist, hvað er að vera margar spurningar, hvað er þetta að vera, þú veist, vorum bara að læra á hvernig þetta myndi virka áður en við gáum út og það var alltaf markmið bara QuizUp leikinn sem áttu að vera þeir risastóra tournament með 100 flokka sem allir voru keppum á döll. Og gastu verið svona nokkuð áhyggjulaus að pröfa þetta? Ég meina, ekki tekjumódel þannig séð. Nei. En samt fjárfestar ennþá að veðja í hugmyndina, færðu nokkurn veginn svona plássi sem þú þarft til þess að pröfukera á? Það er náttúrulega bara kosturum við að fá inn fjármagn. Við fengum þetta $1,5 million, svo eftir Twilight þá fengum við $3 milljónir. Þú veist, við vorum alveg komin á þetta track núna, það er miklu auðveldara að ná í fjármagn þegar þú komin yfir hennar fyrsta byrjunarhjalla og búin að sína og sért með einhverja vöru sem fólk virðist vera að nota
En ekki svolítið áhugavert þarna með þennan app heim og það var svolítið stemmingin þarna eins og held ég er ekki alveg nógu vel einu þessu en þetta er ennþá raunin í dag með Twitter eitthvað sem er rosalega stórt með ótrúlega marga notendur en er ekki skilin einum teikjum Þetta var bara viðurkennt þá og mögulega ennþá í dag Algjörlega Ekki ennþá í dag Þetta er búið að breyta sko. Það var ákveðin stemning hann einmitt að fólk horfði á sko, það að möguleikana ná inn notendum ódýrt var svona fyrsta sem var hort á þegar verið að horfa á þessi fyrirtæki þessum bransa eftir á núna þá er meira hort á tekjuhliðina af því að það voru rosalega mörg dæmi fyrirtæki sem náðu miklum vinsældum en voru aldrei alveg búin að ná business modelinu rétt og hugsunin þá var meira ok, að þú næri notendunum þú veist, þá getur unnið að því að búa til business caseið eftir á eins og mörg fyrirtæki gerði Facebook er mjög gott dæmi það Facebook var án tekna mjög lengi svo bara masteruðu þeir auglýsinga bransan En Snapchat lendi í vandræði með þetta? Snapchat hefur lent í og bara mikið af þessum fyrirtækjum hefur lent í vandræði með þetta en svo er þetta bara þú veist, við lendum í talsverðum vandræði með QuizUp og reisuðum og fengum inn ég held að við höfum tekið inn marga milljarða þú veist, einhverja $50 million eða eitthvað í fjármagn frá Sequoia og frá öðrum fjárfestum að því að þeir trúða á að við myndum ná að búa til tekjugrunn í kringum þetta. Hvað sagði marga milljarða? Ég veit, einhverja 5-6 milljarða Pældi því? Og þetta er bara peningur sem þú ert búin að safna? Já, þetta mestmegnis fór þetta bara í laun hjá íslensku starfsfólki þú veist, þannig að Mér langar að spyrja út í þetta það er vonandi alveg sýnileg áhrif á gjaldeyris innkomu inn í Ísland á þessum árum Gaman að hafa það á bakinu Já, Þú nefnir þarna svolítið svona hvernig landslæðið er á Íslandi hvað var þar að mistakast síðan var líka svona smá umræði kringum Plain Vanilla og ekkert endilega slæm en það var svona þið voru að taka upp á að gera svolítið svona skemmtilega hluti og það var vel gert við starfsfólk þú veist, það var bara einhver kælir með öllu sem er listir og flottu mötuneyti og það var hort á Game of Thrones í Bíóparadís og eitthvað svoleiðis fannst þér að einhver leiti vera svona einhver bitur gagnvart velgengni Plain Vanilla á Íslandi? Ég veit, þú veist þetta er pínu flókið sko ég man þegar að QuizUp slæri gegn að þá bara tók við einhver rosalegasti rússibanni sem ég hef nokkuð tíma lendi Hvernig skilgrinn þú að slá í gegn á þessum tíma? Hvað gerist? Þarna, sko, þú veist, ég er talsvert svona rólegri í frétta hvað getum við sagt ég læt bera kannski pínu minna á mér núna í kringum þetta sem er að gerast núna heldur en þá ég var þarna rosa hæ á velgengni í QuizUp og þessi var mjög vel og mikið komið til skila til íslenskra fjölmiðla og þegar að QuizUp sem sagt slæri gegn og það er þarna bara í nóvember 2013 og verður vissalast appi í heimi og það er mikið að fréttum fyrirtæki sem er að reyna að kaupa okkur tilboð sem við fengum þú veist ég varð alveg pínu svona þú veist, svona óskapað þjóðarinnar í smá tíma af því að Íslendingum finnst mjög gaman þegar einhverjum Íslendingum gengur vel á svona á alþjóðlegum vettfangi og það varð í rauninni svo miklu meira crazy í kringum QuizUp þegar það gengur vel, þú veist, ég var þú veist í viðtölum við hjá CNN og öllum þessum þetta var bara mainstream í Bandaríkjunum og allir fjárfestarnir byrja að berja á hurðina hjá manni og vilja fá að fjárfesta því allir vildu fá að setja peningin í þetta því þið trúið því að þetta er eitthvað risastórt stór fyrirtæki reynda að kaupa okkur þú veist, það komið menn á engaflugvölum til Íslands læra hann að hitta mig til þess að fá að kaupa fyrirtæki mér var sko gilliboðin sem ég fekk ég veit ekki eins og sko bara einhverjir svona fjárfestar þú veist, þetta snýrist algjörlega við þú veist, áður hefur maður alltaf verið að biðla til fjárfesta að fá pening, svo ertu með eitthvað svona hit og þá kemur svona hjarðaþæðum hjá fjárfestum sem allir vilja fá að vera með Var ekki magnað að horfa á þetta snúast við? Það var geggja sko. Við kynum það alveg, mér fannst það geggja gaman. Og ég fór alveg í smá svona þú veist, ég kunni ekki alveg að höndla það. Svona eftir á að hyggja. Ég fór, þú veist, einhvern veginn þú veist, ég var ferðaðis bara
endalaust og var fekk svona innsýn inn í einhvern svona heim sem mjög öðruvísi heldur maður kannski vanur á Íslandi og þú veist bara einhver endalaust tilboðum að fljúga þangað, þú veist ég fór einhverjar engaþotur til Las Vegas og það var svona, þú veist það var svolítið svona þú veist áhugaverð reynsla. Var skrítið að vera komin þangað og þegar ég segi komin þá er kannski svona að leyfa mér að geta til að þið hafi alveg alltaf langað til þess að ná langt af því sem þú varst að gera. Já, algjörlega, en þú veist þetta var samt sko, þetta var aðeins svo mikið, þú veist, og Íslandi sem ég var að segja, þú veist, það var bara endalaust ég var viðskiptamaður ársins og þú veist, einhvern veginn, þetta gerðist allt bara á þú veist, hálftíma og ég, þú veist, eignaðist alls þetta fjármagni í kringum þetta og þú veist, allt í einu bara sko gjörbreyttist líf mitt svo svakalega og það gerist hratt og þetta er svona svolítið eins og oft talað að þegar fólk, ég er ekki að bera þetta saman við að vinna lottóvinning af því að þegar oft talað að þeir sem vinni lottóvinning þeir yfirleitt verða óhamingjusamari fyrir vikið sko þetta er klárlega ekki að vinna lottóvinning af því að maður vann fyrir þessu veist, það voru mörg ár að vinna bakvið þetta samt sko einhvern veginn að það var skrítið á svona stuttum tíma að vera svona skotið svolítið upp í einhvern veginn stjörnu heiminn, ekki bara á Íslandi heldur bara, þú veist, bara í Bandaríkjunum það var algjörlega sturlað ég meina, ég var á, þú veist, forsíðu Wired, það sem var einhver sem þeir sendu tökulill til Íslands þar sem það er svona að mynda mér og þeir letu byggja einhver svona hásæti úr einhver svona skinnum og það var út í hrauni sem var eitthvað svona The King of Trivia sem mynda mér eitthvað þetta er svo skrítið því ég hugsa þetta eftir á sko sko bara Google efnið þú veist þannig að já, ég held þetta sko honestly þá held ég þetta hafa alveg sko stímið svolítið höfus já. Sem er kannski ekkert óeðlilegt nei, veist, og ég hef náttúrulega búin að fara í gegnum þú veist, bæði sigra og ósigra og það er lært mikið á því og þetta var svakalegt rush í kringum þetta. En nú er einhvers konar svona frægð, svona velgengni og svona peningar eitthvað sem bara, þú veist, þetta er eitthvað í DNA-inu að vilja sækjast í þetta og allavega koma staði hvernig það er að geta lifað með þetta þrennt. Lærið þú eitthvað af þessu sérstaklega? Þú veist, ég held að það hafi verið Jim Carrey eða einhver annar sem að sagði ákveð svona svipað sleazy quote og að þú veist, ég vildi óska þess að allir getur orðið frægir til þess að átta sig á því að það er ekki það sem maður vill. Nú hefur þú komist þangað einhver svona skilaboð að handan frá þér? Nei, ég jú, auðvitað er þetta hluta reynslu bankanum og ég finn það núna þegar að það gengur vel hjá í nýja fyrirtækinu hjá mér að ég fer mér miklu hægar ég er ekki með endalausa pósta hvernig gengur í fyrirtækinu á samfélagsmiðlum ég er ekki að sækjast eftir umfjöllun heima er ekki það að sé eitthvað slæmt það er fínt að fá umfjöllun og allt það er bara þú veist það var erfitt fyrir mig þegar við þurfum að loka quiz up á sínum tíma og kannski ástæðan fyrir því að ég var ekkert að láta bera á mér þegar ég var núna að fara að gefa út nýjan trivia-leik var bara kannski ákveðin hér komið líka þótti bara astanlegt að ef þessi leikur hefði ekki gengið vel að það var eitthvað svona pínu pathetic eitthvað ég sem var með quiz up sé að reyna að búið til annan spurningaleik og hann hefði ekki gengið vel og það hefði verið svona En er það léttir núna? Bara, þú trúir ekki hvað það að gefa út þennan leik létti mikið á mér af því að ég finn alveg og kannski möttur að fara eins í sko quiz-up og falli eða lokun eða sölu quiz-up betur því það var ákveð lærdóma líka og kemur aftur að þessu sko þú veist að finnast maður að hafa mistekist og líði illa kringu það sko en við erum aðeins að fara fram og tilbaka þú spurði mig sko hvort þú hefði fundið fyrir einhverju biturleika í þjóðfélaginu þegar gekk vel ég fann ekki beint fyrir því ekki á þeim tíma, það voru alltaf einhverju kommentarar sem voru bara, hei, hvernig tekið mótilega á þessu og bara, og allt læmið það, þú veist, og þeir hefðu alveg rétt fyrir sér en hins vegar að þegar við síðan höldum áfram, ég satt miklum penning og við reynum, það er ekki svo við hefum bara verið í einhverja árhatna
bara flótið á Freyða Rósi bara ekkert verið að pæla í þessu, við gerum risa samning sjónvarseríu hjá NBC í Bandaríkjunum og ég eyði 100 miljóna bara í að búa til pilot með NBC sem greenlit og bara við erum að fara í meira átta production sem hefði verið mjög gott fyrir peninga á peningaleðinni sem síðan cancelað out of nowhere, svo var mjög erfitt fyrir okkur. En ég fann hins vegar sko meira kannski þegar ég kem svo fram og þarf að segja öllu starfsfólki upp og fyrirtæki selt til bandarísk félags úti og þeir taka yfir leikinn sem ennþá til að ég held að ég meira fundi fyrir svona smá Schadenfreude á Íslandi. Þess að Schadenfreude er þýst sem svona pínlítið þórðargleði heitir þetta. Þórðargleðin, ég veit. Sem var sko að rosalega margir sko vissu hvað ég hefði átt að gera og hvaða röngu beygjur ég tók og það er svolítið fyndið að maður tók sérstaklega eftir þessu bara að maður kannski fór og út á lífið eða út að borða eða eitthvað að margir Íslendingar þegar voru aðeins búin að fá sér í glas að þá fannst þeim og finnst það enn mjög gaman að láta mig vita hvað ég hefði gert vitlaust og hvernig þeir hefðu hagað sér í þeirri stöðu sem ég var. Þannig að það er alltaf það er bara til fyrir all hluta þessu ef maður er nær árangri og er áberandi þá þarf maður að taka maður þarf að byggja sér ákveðin skráp svo sem en svo ger ég þetta nýja fyrirtæki og þú spurði hvernig það hefði verið fyrir mig að ná þessu aftur upp núna og ná leik sem nær topnum að svo sannarlega það hefði haft mjög svona jákvæð áhrif á mig bara andlega sko, því mér leið oft pínu eins og sko að maður hefði kannski bara væri bara steini í Playmanilla eða í quiz-up skilur og það er einhvern veginn ekkert meira en það, það verði eitthvað svona one hit wonder, eitthvað sem ég fannst ekki vera spennandi svona titill, þannig að mér líður eins og að það að ná aftur leik á toppin í Bandaríkjunum hafi kannski líka sýnt þetta var ekki bara hefni fyrstskipti og ef maður heldur áfram þrátt fyrir rúlusti rússíbana leiðina að þá yfirleitt gangur litur upp á lokum. Þetta er svona með allt sko, eins og þegar lið nær titli eða þegar einstaklingur nær heimsmeistara titlinum eða beltinu eða whatever, þá alltaf seinni lótan að verja beltið eða titilinn, þá kemur ljós býtir komstu þarna á eigin árangri eða svona eigin vinnu sko, dugnaði. Og í raun og veru sko, núna er þetta fyndið að við erum í raun í nákvæmlega sömu stöðu og með quiz-up, við erum með rosa vinsalanleik en núna þurfum við að sína fram að við getum búið til pening og hann vissulega býrti meiri pening heldur en quiz-up gerir, Trivia Royale, en þetta er samt nákvæmlega, ég finnst ég verið í smá déjà vu með hann sko, ég er að hugsa hvernig get ég aukið þetta, hvernig get ég aukið það að fólk spila lengur, hvernig get ég, þetta er sömu vandamálin sko. En munurinn núna kannski ég sá að við erum ekki bara að gera eitt leik, Trivia Royale er raun og veru bara leikur sem við byggjum ofan á þetta samskiptakerfi sem Tea Time snýst sem er þetta að vera þessi avatar eða að vera að geta átt samskipti og vera að spila með öðrum sem þú getur síðan hreift og blikka augunum og við erum síðan að plana það að búa til fleiri leiki á þessu sem ég vinna allir saman, þú býrið til þinn prófíl og tekur það með þér á milli leikja og þannig að þetta er aðeins öðruvísi gameplan núna heldur að var með quiz-up þannig að en ég meina, svo getur bara hvað sem gerst ég meina, ég er orðinn svo vanur því að allt sem fyrir upp, að kemur niður og svo upp aftur og kannski er ég bara einhvern veginn dæmdur í það að þurfa að lifa þannig rússíbana alltaf ég vona ekki, það tekur svolítið á en ég er rosalega ánægður með það hvar við stöndum þetta. Maður kannski spyrja aðeins út í bilið á milli Múgís og quiz-up. Þú talar þarna ekki beint eftir að kemur svona smá lægð og maður bara fer að skoða einhver atvinnuleit og eitthvað svoleiðis. Var eitthvað svoleiðis eftir quiz-up út af að quiz-up fylgdi rosaleg athygli? Nei, það var allt öðruvísi. Þú veist, af því að mér fannst ég ekkert vera, mér fannst ég hafa þú veist, ég náttúrulega bara kannski er það því að ég hagnaðist ágætlega á quiz-up. Já. Þú veist, ég var ekki í einhverju meiri áttar peningavandræðum eins og ég var kannski eins og Múgís og það hefur áhrif. Þú veist. Og svo var ég bara orðin sjóðari sko.
þú veist, ég var búin að fara í gegnum með allt saman og í raun og veru þú veist, ég tók hérna þú veist, alltaf tíma þarna þegar ég var með QuizUp, ég var ekki í stöðugu sambandi og var þú veist, var aðeins að njóta fræðarinnar eða hvað sem hún kallar þetta einhver tíma veist, og það því fylgir alls konar svona lífverðni sem ekki endilega þú veist, mikið á djaminu og það ekkert holdt endilega fyrir mann, þannig þetta kannski einhver klísja hvort maður hafi verið hamingjusamari fyrir eða eftir, ég veit það ekki en maður lærir á þetta og svo var mjög góður tími eftir QuizUp þegar ég tók mér smá frí að þú veist, ég fór bara aðeins að hugsa sjálf á mig og kynntist Rós, konunni minni á þessum tíma og við vorum eignast barn saman fyrir 1,5 ári síðan. Takk fyrir það. Þannig að sko staðan á mér persónulega að takast á við einhverja velgengni sem við erum að fara inn í núna og vinna með það er allt öðrum stað og líka bara kannski veit aðeins hvað ég þarf að vara með á og passa mig á. Nýr spurningaleikur en breyttur maður. Já, segja það. En þegar þú ert búin að yfirstíga þetta fjárfestingaþröskuld, þennan fjárfestingaþröskuld sem þú talar hvernig að koma til fjárfestana aftur og segja, herru, ok, þú veist, ég er með hugmynd og vissulega þetta aftur spurningaleikur en núna eitthvað breytt? Ég hef aldrei þurft að selja þennan leik til fjárfesta. Við vorum bara að fara til fjárfesta að selja sko þennan plattform, eða þessa tækni og sko það hefur gengið, sko það 3 ár síðan við stofnum fyrirtækið og við höfum gefið út nokkra leiki. Já. 2017? Já. Sama ár og Plain Vanilla lokar? Já. Eða þú veist sumarið, þannig ég tók mér nokkra mánuði þannig í frí. Það var ekki lengri pása en það? Ég ætlaði að taka miklu lengri pásu, svo bara Ykkur vinnufíkill mann. Já, ég veit það. Ertu vinnufíkill? Já. Þú ert örugglega líka smá svona eins og við tölum bara hérna í byrjun þið spurði hvernig þú hefur það var mikið að gera, ég meina þú veist. Já, ég meina það bara það ekki rössið í þessu? Jú, þú veist, þetta ákveðin svona, þú veist, maður í þessu þú veist, maður vinnur mikið til þess að fá þessi hæ sem koma, þú veist, á milli þetta svona áhættu fíkn, kannski smá heiti það ekki. Þetta náttúrulega bara lífstíl. Þetta lífstíl. En já, og við sem sagt fáum inn og það var mjög auðvelt að fá fjármagn inn fyrir títa. Við tókum inn bara strax einhverjar $10 million. Wow. Og það er bara þannig þegar þú ert búin að þú veist, fjárfestar þeir hlusta eiginlega ekki hugmyndir. Þeir horfa á manneskuna og hvort hún kann executa. Og þrátt fyrir það að QuizUp hefði sko ekki endað á ákjásanlegan hátt að þá vorum við sem teimi sem vorum að stóðum að nýju fyrirtækinu þess að við erum 4 sem stofnum Tea Time úr QuizUp að við höfum sýnt fram að það að við gætum framkvæmt, við getum hrundið farið frá hugmynd yfir í vöru og það skiptir miklu máli. Heldur þú sett maðurinn á bakvið það innan fyrirtækisins? Bakvið hvað? Að geta verið svona mikið drifkraftur og hrind einhverju framkvæmt og mér finnst það bara svona spekla svolítið í því að þú leigir skrifstofu en ert ekki að stofna fyrirtæki en enga hugmynd. Já, ég á örugglega þátt í því. Ég meina það er alltaf mitt starf sem forstjóri á fyrirtækinu er að vera drifkraftur og íta hlutum áfram en hins vegar að þá held ég sko að mín stærstu sigrar séu það að ég verðist vera heppinn og góður í að fá frábært fólk í kringum mig. Því ég á endanum bý ekki til neitt sjálfur. Ég er með hugmyndir og kannski reyna að íta fólki og reyna að fá gott úr fólkinu en eins og meðstofnendur mínir og fólki sem er að vinna hjá Tea Time, það er þeir sem er að búa til vöruna. Það er ekki svolítið magnað, einmitt. Þú býrð ekki til vöruna og fólki sem er að fjárfesta í henni, það er ekki að spila tölvuleikina. Nei. Já, ég meina, þetta er bara svona þessi bransi. Rétt áður en ég sleppi þér, mér langar aðeins að forvitnast það og það er búin að vera að tala sko gigantískar tölur eins og þú segir og safnir í seed round 1,5 milljón og síðan núna á tekurinn 10 og við erum bara að tala milljarða. Hvernig að mæti vinnun á mótnana og bara, hvernig ætla ég að gera fólki sem er að láta milljarða í mig ánægt með mínar ákvarðanir? Er þetta ekki rosaleg pressa? Já, ég er kannski einhvern veginn, ég upplifi þetta ekki alveg þannig einhvern veginn. Auðvitað er finnum maður fyrir ábyrgð
gagvart þessu gagvart fjárfestum en maður mest bara að reyna að búa til góða vöru og þessir áhættu fjárfesta sjóðar vita alveg að það eru mestar líkur á því að þeir tapi peningunum. Ekki það ég fari inn í fyrirtæki og hugsi það að ég ætli að tapa peningunum en það sko eins og til dæmis það eftir QuizUp að þá tapaðist talsvert mikill peningur hjá fjárfestum þrátt fyrir að Ísland hafi grætt rosa mikið pening af því að allir þessi peningur kom til landsins og við vorum með yfir 100 manna fyrirtæki hérna og borguðum há laun og allt það en margir milljarðar töpuðust hjá erlendum fjárfestingasjóðum samt sem áður þegar við komum með nýja hugmynda þá eru þeir margir til í að láta aftur pening í okkur. Þetta bara partur af konceptinu. Þetta bara vitað. Sko, aftur og það kannski svona getur verið ágætis loka orð að þetta snýst sko að það að mistakast rosalega verðmætt og við sem þjóð verðum að hætta sko að fordæma það og fara kannski svolítið eftir því sem kannski meir í Bandaríkjunum þótt að sé að segja margt slæmt Bandaríkin en þetta sko mentality þetta að horfa á mannesku sem hefur mistekist á þann hátt að hún var að reyna og hún hefur lært af þessu og það mun eitthvað gott koma úr því að lokum. Þannig að fjárfestingasjóðir í Bandaríkjunum hafa sagt við mig við fjárfestum aldrei í mannesku sem hefur ekki farið að minnsta einu svona hausinn og það mjög öðruvísi viðhorf heldur en á Íslandi þar sem fólk bara þú veist, komið á vanskilaskrá og bara eiginlega úthýst að það fyrir hausinn. Þannig að það eitthvað sem ég held að við öll og allir bara sem að hugsa að stopna eitthvað eða gera eitthvað að hræðast ekki of mikið að mistakast af því að það mistakast bara órjúanlegur hluti af þessu ferðalagi. Gekkan, þú getur sagt þetta með fullu sjálfstrausti því að þú þekkir þetta af eigin reynslu. Já. Þorsteinn Friðriksson, ég bara þakka þér kærlega fyrir að koma inn í spjall og gangi þér bara innilega vel með öll afsprengi Tea Time sem verða til í framtíðin. Takk kærlega fyrir mig.